Já, velkomin til leiks í þriðju umferð á Íslandsmótinu í skák. Það stilla þessu upp en þannig hafi hérna chatið hérna betur með, hvernig fór ég þessu? Live chat. Svona. Svona. Jæri, hef ég leik hérna, ekki hljóðhjákur, svo, soundcheck hérna, 1, 2, 3. Já, hef ég leik í skák Vignis Vatnars og Héðins. Mikilvæg skákar á framönduna, 2 af 3 stigasta keppendum mótsins og þeir eru svona svipuð róli. Með 1,5 vinning báðir. Fara alveg þokkalega af stað. Nú, D4 hjá Vigni og Héðinn kom sínum 5 mínútum á sentina og leik svo D5. Þeir eru 4. Fengum hérna litur eða þrautir F6 og katana sem getur ekki hafa komið hérna á óvart þar sem að Vignir hefur telt þetta mjög mikið, nánast að staðaldri. Heitt hérna út á sólinni hérna. Við erum að segja biskup í hugskák. Þetta er nú svona, já ég veit ekki, jafnvel orðin algengasta leikurinn í dag. Hugmyndin er að eftir þessa skák og það er tilbaka, þá stendur biskupinn ekki jafnvel og ella og er jafnvel fyrir einhverjum afbrigðum þar sem að hvíti vill oft hafa hann hérna á B2 í lokum Katalan og já, getur verið svona fyrir, en þetta er allt saman þekkt, biskupinn er 2 sér 6. Hérna kom Vignir svo óvart og hann leik hérna riddari A3 og sjá, drottning situr algengast 1, 2, 3, 4, 5 B3, 6, 7, 8, A4. Þetta er 9. algengast leikurinn og ég fæ bara einu skákinn upp á 1600 í gagnagrunni og þá eru ekkert merkilegir menn sem að teldu svona. Alvarez Rodríguez Vidal 2064. Það er greinlegt að Vignir og hann leik þessu á 1.29 og fór mínus cirka mínúta í þetta. Greinlegt að Vignir hefur alltaf að koma hérna og óvart bara strax í byrjuninni, alltaf konum út úr einhvers konar teóríu. Héðinn brást við hérna með riddari 1-4 sem er rökrétt, það er engin riddari að valda hérna reit og hvað ekki taka hann. Jafnvel skiptir í einhvers konar stónvól uppstillingu eða framlega stundir. Biskup E3 sem Héðinn svaraði með riddari D7 eftir korter og þetta er svona smá ögrun af því að svartur getur alveg unni peð hérna með þetta taka A3, skáka svo eitthvað svona og taka peðið, en þetta er örgulega fínt að kvittan með biskupari og þótt að svartur hafi unnið þetta peð þá var hann mjög veikur fyrir á svartur reitunum. Þetta fór ekki vel Héðinn, en við sjáum að hann er búinn að eyða hálftíma í 8. leik, þannig ég held að þetta sé svona cirka það sem Vignir lagði upp með, bara láta hann eða smá tími í byrjuninni og svo bara tefla skákina, því að riddari A3 þetta getur alltaf talast kritískur leikur, það er engar hótanir, það er engar ágjur riddari B5, þetta er bara leikur, þannig að við höfum svona smá blöff hana. Nú er ég forriðin, stuðdrákun og já, hérna er Vignir byrjar að hugsa hann sjálfur, búinn að eða korter hérna lengur okkur C1, drottning R5. Já, sjáum að tíminn er farin að skjarðast ansi mikið hjá Héðinni, hann er komin hálftíma undir henni, þetta er drottning A5, drottning B3, en núna tekur hann, biskup bara A3, B3 bara A3.
Bíðið nú hægir. Hérna hugsaði Vignir allverulega. Já, drottning B3, þá fór mikil tími hér. 20, næstu hálftími í drottning B3. Héðinn hikaði ekki og drapa A3. Nú spurningi á allar. Hér bara reyna að ráða sinna á þessa hvítureiti núna og leika bara rittari B6. Það er ekki hægt að peðið að gera eitthvað og svo getur rittarinn eftir aðtökum komið inn á C4. Eitthvað slíti jafnvel taka. Svo rittari B6. Svartur náttúrulega með traustastöðu og búin að veikja hvítur peðastöðuna. Hvítur með parið og svona. Einhverja svona hálfofna línur hérna til að vinna með. Mögulega. Ekki að tippa bara gamla góða dýnumennska jafnvægið. Guðmundur með svartirna gegn Bárði. Guðmundur með einvinning, búið með erfitt prógram. Þekkir þetta hvítt í báðum. Þetta svona, myndi ég segja alveg mikilvæg skák fyrir hann upp á framhaldið. Hann verður að vinna ykkur skákir. Það ekki nóg að gera bara jafntefli þótt að andstæðingarnir séu sterkir. Bárður valdi hérna, við fáum 4 rittaratafl og G3, gott ef þetta ekki svo kallega Gleg system. Má vera að Gleg sé meira ef við leikum rittara C3 í öðru leik og svo G3 hér. Ég held samt að sé í 4 rittaratafli G3 að það sé svo kallega Gleg system sem Ígor Gleg við telt. Nú biskupum kom út á C5, G2, D6, D3, stuttrókun og rittari A4. Hvítur alltaf sér að ná í biskupparið, setur á hana biskup en hér kom C5 hjá Guðmundi sem hann barður ekki bara þegar tíma hérna en Guðmundur tók smá tíma um byrjunina. Rittari C5, D-C5, svartur tekar á þessu típe með móti er hann með svona ágætisvaldina á svona D4 biskup hérna 3, B6 A4, hvítur vill blokkar þessar. Þetta peða unit hérna hjá svörtum og oft á tíðum kemur B3 hérna í kjölfæri. D6, B3 komum við núna já. Þetta er nú bara svona til að binda niður þessi peði hérna. Nú biskupurinn 4, hann 3 og Guðmundur gefur biskup bara alfari, hann dreipur á F3. Þannig að hérna erum við stöðu þar sem að svartur hefur 2 rittar mútið 5 biskupum. Guðmundur leikurinn hrókar á D8. Gott ef það var ekki hann, hvað heitir hann rússinn sem býr í Frakklandi, bókina hennar The Method, já, Josef Dorfman. Hann tala alltaf svona reiti sem outpost sögum þess að leið og rittarinn, já, og rittarinn kom inn á D4, hann getur bara farið þáka. Þegar rittarinn er ítt hérna með þessi peði þá verður þetta peði hérna verður oft ansi veikt. Bárður byrjaði að hörfa, biskup G2 og hvernig D7. Hérna leikur Bárður C3, hann nýtir á þetta peð, án rittara, svo er hann að hörfa. Og hvíti virðist vera tímanlega, rittarinn hörfar, drottning C2 eða E2, ég veit ekki hvað er betri, og svo hrókur D1 og við náum að valda hérna. Svo eru tilbúin að leika A4. Líklega er þetta nú bara alveg þokkalegt hjá hvítum. Svo ég taki hvítu stöðuna. Förum við næstu hérna. Og það er skákin hefur lengu gegn Alexander Domalchuk. Og Domalchuk valdi hérna skemmtur uppstilling. Ég veit nú að ég held nú að lengi hafa telt þetta sjálf með svörtu. En þetta er, ég fengi þetta á mjög oft, mótið Samuel Williams og fleirum. Þetta er það sem að Simon kallar stundum plan A. Þetta er A3 sem að ég er nú sjálfur leikið henni og er yfirleitt leikið hjálpa samt út svörtum í þessu plani. Það kemur D6, rittar F3 og drottning E8. Planið er mjög einfalt. Ef hvítur hrókar
sem lenka gerir þetta ekki, en hrókurinn algjörðsleikurinn. Þá koma svolítið svona sjálfkrafa leikir, svona automatíski leikir. Hér, biskup H3, riddari G4, losna hennar riddara, reyna að skáka máta. Þetta ekki flókið, þetta plan A, bara straight down the middle. Ég stundu svolítið fyrir þetta óþægilegt sjálfum og yfirleitt leiki hérna bara til að forðast alferði að leiki oft bara E3 og riddari E2 og losna ég við þetta. Leik svo F4 réttum tíma, H3 og treystir svolítið á svona langtíma fram á hjá þessum biskup. En eftir riddari F3 að drottning E8, þetta er svolítið óþægilegt og spilum út að lenka að fara svolítið aðeins á taugum gagnvart þessu plani og leikur hérna drottning C2. Þá kom hérna biskup D7 hjá Sassa, svona ákveðin biðleikur og lenka langkrókar. Gallið við það er náttúrulega að hvítur búin að opna þessu svolítið hérna á drottningvagnum. Hún leika þessu peði hérna og þetta peði komið fram og það munar töluvert. Sassa fyrir bara beint af stað og hvítur ekki með neinn vísi á sóknirinn á kóngsvang. Sassa fyrir bara beint af stað A5. Hér er jafnvel spurning hvort hvítur leika B3. Það er samt varasamt, mjög varasamt, en eftir E3 þá kom A4. Þannig að svartur er svolítið að ná sér í þessa reyti hérna. G4 hjá lengu, 1-4, riddari að vera að hörfa. Nú skemmtilega leikur, B5. Þetta minnir mig á einna bestu skákbók, já svona einna svona nýtsælasta skákbók sem ég skoða, það Secrets of Modern Chess Strategy með John Watson. Það er einmitt skák með Alexander Jarmolinski, ef ég maður rétt, í ekkert ósvipum strúktúr. Það lék svartur B5 sem PS4, hérna reynda að vinna PS strax tilbaka. En hugmyndin er einfaldlega að fá hennan D4 og það er sem Sassa gerir, riddari E7 og hann er að fara að byggja upp eitthvað stórveldi hérna með riddara á D5. Lenkaleikur B6. Þá er hún svona í raun og veru að velja milli þess hvort hún vilji leyfa að opna B-línu eða opna C-línu. Þetta er B6, þá kemur C til B6 og C-línan er opin. Hún velur hérna að leyfa að opna C-línu. Leikur riddari C4. Setur vissulega bæði þessi peð, en þetta er riddari D5. Sýnist mér koma daginn að það er ekkert gott að taka þetta peð. Vandamálið er eftir leikinn svo drottning E6, riddarinn áður en enga reyti verður að fara tilbaka og þá koma bara vandrar á C-línu. Við getum bara tekið strax hérna og svo þjappa hérna á C-línuna og þetta er bara unnið á svarta hætti. B5 að koma blant annað. Af þeim sögum við kannski riddari C4 bara tímaæsla, kóngur B1, drottning E6, kóngur C1, lenka reynir að þétta raðirnar, en mér sýnist að svartur sín algjörlega fritt spil, hann með frábæra riddara hérna og sóknir rúlla bara, þetta er allt át á leikir á svartum einhvern veginn. Þau verður með hrókina C8 og svo bankar hann dyrnar hérna með riddari G4. Grunnar að þetta sé bara á mörkunum að vera hartnar tapa hjá lengu til að snemma bara. Við reyndum ágætis tíma hérna. Við verðumst búin að hugsa núna í 9 mínútur í þessari stöðu, þannig að hún er 34 mínútur, Sassa 37. Við höldum áfram í yfirferðinni og stoppum svo aftur á skemmtilegri skákum. Hér virðist nú allt stefna bara í rólegan dag hjá Degi og Helga Áss. Það með stöðunni svona núna, þetta er ekki svona skemmtilegasta byrjunin heldur. Ensku leikur sem verður, hér kom hrókur E1, já. Villleika E4, en svartur leifir ekki, leikur E4, hér verður kaup, D3, biskupinn hörfar, 1-4 og C5 og hérna skiptir dagur yfir í, svona brottkalda stöðu. Þetta D4, svartur dreipir þetta, hér er nú alveg mikið á skákum, drottning C8 hjá Helga, virðist vera nýjung, allavega í sem gagningunum sem ég er með, ykkur skákið teldi í svo netinu, B3, þetta er C6,
Bjarni 2 og hér er komin til D6, ekki einu sinni skákið þessu á netinu. Hrókur hérna 2, hérna verða magnkaup, hópkaup á D4 drótning C5 og Dagur ákveður að taka kaupunum hérna. Svartur laga peðastöðuna sína, hann verður að gefa hérna eftir D-línuna og hérna verður hann að valda D7-ritin, hann er gert á C6 eða C8 og hann fer á C8, þegar hann fer á C6 þá kemur kannski bara E5. Ég er upp að kaup hérna og ef þú tapar kaupunum þá er þetta betra hvítt, þá kemst hrókurinn inn. Þannig að Helgi fer frekar á C8. Þetta verður að teljast eitthvað örlítið betra hvítan út á rýminu á kóngsvang, en ég efast að það sé nú mikið hægt að gera hérna, þetta sé nú korter í jafntefli hjá þeim félögum hérna. En þá er að skákin hjá Hjörvari og Hannes Lífari. Hjörvar með, eiginlega martraða byrjun á þessu móti, hvað ég sagt. 0-2 eftir að það var bara eiginlega unnið í báðum skákunum. Þannig að það er ekki heldur betur svekkjandi. En við fáum hérna London systemi hjá Hjörvari. 1-6, 1-3, biskup D6, þetta er svona einn af nýtísku leiðunum til að glíma á London. Og hugmyndin þá, yfirleitt hafa menn verið að hörfa hérna. Þá er svartur oft farin að leika hérna C5 og leika hérna drótning C7 til D7. Bara snöggur af því, eitthvað svona til dæmis. Og svartur er svo bara tilbúin, bara hrókar og tilbúin að leika E5 og hérna bara jafna tabli og menn er yfirleitt að taka hérna fyrst og svo leika bara E5 og svona talið nokkuð traust. Menn eru farnir átt að skilja bara biskupinn eftir hérna onni F4, svona í anda Rubinstein og Gelfand. Þetta er biskup D3, þetta er D3, algengasti leikurinn. Svona fyrir biskup G3 og Magnús Carlsen á fína skáki í þessu. Gupta vann gegn Guðmundi Kjartanssyni á Ólympíumótinu í Indlandi sem skildi biskupinn eftir á F4 hérna. En Hannes fer í svolítið skemmtilegt plan, hann vill bara skipta upp á þessu hvítalda biskup og er ekkert að flækja málin. Drótning G2 sem kemur auðvitað fyrir biskup A6. B6 náttúrulega hugmyndi biskup A6 skipta upp, svipa á í mörgum afbrigðum í franskri vörn. En einu stuttrákun, D2, svo kemur C5. Hvítur leikarinn yfirleitt átt á C3. Styrkir aðeins í peðið þóttu við allir reyndar að taka með rittara hérna. Nú kemur bara A5 og hugmyndin er einfaldlega að opna fyrir hrókin hérna og völda biskupinn þannig kemur á A6. H4 hjá hérna Hjörvari, biskup A6. Hér verður kaup. Einu galli með þetta rittari svona tegur kannski smá tíma að koma aftur inn í geimið. H5, drótning C7, setur hérna á þetta E5 peð, þá var drótning E5 hjá Hjörvari. Býr upp á kaup sem var tekið, þetta er D7 og löngkrókun. Þannig við erum með hérna drottningalaust miðtafl, kóngur C2, B4 í Hannesi. Rittari C4 nýtir sér taktist hérna D-línuna, getur þá einhverjum tilvíkum að hoppa hérna inn á D6. Rittari C7, hér er lág hins vegar ekkert á, leikur hérna F5. Til að losna við þetta tvípeð, þetta á F-línunni. Að einhverju leyti, en hér Hannes byrjar að drepa C3 og hrókur B8, það er bara komið. Hannes er ekkert að eyða miklu tíma í þetta. Væntanlega ef drepi þá hafði komið rittari E3 og þetta P1 eitthvað slíkt. Þannig að Hannes leikur bara hrókur B8.
hlýtur að vera þokkalega lagi. Þetta alveg hvítur með eitthvað meira rými en þetta mjög traust hjá svörtum. Ég svart svo með sitt rými líka drottningu, þannig að ég kalli þetta bara dýnumist jafnvægi. Olga hóf tafli gegn Hilmi með B3 fyrsta leik. Það kom E5, B2, þetta er C6 og menn hafa verið að leika E3 hérna sem að tefla þetta staðri með hvítu, en hérna var C4 sem svona skiptir yfir í hálfgerðan enska leik, en enska leik þessi hvítur er mjög snöggur að leika hér. Þetta er fyrir 6, 1-3. Aðleikurinn er náttúrulega D5 og við höfum bara síkilega vörn skiptir litum, en biskup E7. Þetta er fyrir 3. Þá leik Hilmir hérna E4. Þetta er bara D4, hér eru kaup. Og þetta er merkilegt nokk, ekkert ósvipað afbrigði sem að Olga teflaði svolítið með svörtu í síkilega vörn, og það er það sem leikur í síkilega vörn rittur F6, alveg svo hér, og kemur þessi leikur í kjölfari, þannig að þetta er kannski eitt enga veginn ný stöðutýpa fyrir Olgu. B6. Alltaf greinlega hafa biskupin hér, G3, biskup B7, biskupin 2 hjá Olgu og H5. Olga greinlega smeyk við þessa framlásefna og leikur H3. Það svara H5 með G4, C5, biskupin hörvar D5. Það er ákveðin kraftatamniska hjá Hilmi. Dreipa D5 drottningdreipur, þetta er C3 útdrottningi fyrir F5. Sama svartur að reyna að halda í svona þessa hvítureiti sem hann er búinn að binda svolítið niður með þessu E4-peði og jafnframt valda E4-peði. Nú eru 1, 2, 3 svartir leikmenn sem valda þetta peð. Drottningina 2, stuttrákun, Gunnar 4. Hvítur alltaf vantar að langkróka og G4 passar fínt inn í að hvítum. Ef svartur fyrir að drepa þetta, þá það er ákveðið vesen að þess að eiginlega saman hvernig drepu. Ef rittar þetta við G4 þá kemur alltaf biskup H3 með vesenni og dróttir við G4 þá missum við valdið á 1-4 eitthvað svona. Spennum ég F4 dressur, biskup dressur. Nei, það sleppir hjá til að hvítum mynd. En eftir G4 þá leik Hilmir drottning G6, Olga langkrókaði, hrókar aftur D8 og hér kom F3. Það er spurning hver er að fara að fá hættulegri sóknarstöðu. Hilmir tók á F3 og lokaði henni með H4. Það má eiginlega alls ekki opna línu fyrir hvítur hrókarna. Hrókurinn er klár hér og hinn vill koma hérna, en H4 er að stoppa að báða. Líklega sniðuleikur. Nú spurning hvernig hvítur heldur áfram og eins spurning bara hvort við leikum hreinlega bara G5, reyna að opna línur, gefa þetta peð. Sá leikur kemur eiginlega bara 0 og óvart. Olga platið að hugsa það. Olga með 23 mínútur, 38 mínútur hjá Hilmi. Akkur uppfærst það ekki hjá mér. Nei, þetta er öfugt. Það er 44 hjá Hilmi og Olga er búin að hugsa sér niður í 17. Já, það er spurning hvað er svona skemmtilegast. Svo endilega með vilja skoða ykkur ákveðin skák, þá er bara að gera að láta vita í chatinu. Ef maður gerir ekki neitt, þá vel ég bara það sem ég er skemmtilegast og svo hef ég svona yfir bara verið að fara sama rúnt svona hring eftir hring. Það er svona, já, kemur svona jafnt niður öllum. Við erum að skoða skákina svona nokkuð jafnt, en þessi ástæmur ég að vera svona athyglisverð. Og spurning hvort að Lenka leikur eitthvað svona undirbúningsleik, hann hrókar eitthvað svona eða hvort hann leikur hérna bara G5. Já, við vorum nýbúin að skoða Lenku og það leit ekkert sérstaklega út fannst mér.
Sá hérna hrókur F7, já, sá rittari G4. Já, Lenka ákvað bara að gefa mann hérna. Hún tók að F4. Það breytir skákinni töluvert. Fær 2 miðborðspeð og hefur biskupparið parið. Byrjum með að hóta hér, þannig að Sassa leik bara rittari F6. Biskupur D3. Það hlýtur hvítur að hafa bak við að reyna að leika E4 svona einhvern tímann. En þetta er spurningin. Nú leik Sassa bara rittari C3, Pétur bara C3 þvingað og biskupur C6. Þetta er sterkur leikur. Tekur hvíturritina, setur á hrókinn og tekur hvíturritina. Og ég held að plani sé að leika hérna biskup E4 í kjölfarið. Ég veit ekki hvað er best að gera við hennar hrók. Og vandamálið er, já, það er ekki einu sinni hægt að vera með einhverja fórnir og treysta á þessa Elínu því að við getum alltaf bara tekið hérna og þess bara valda líka. Líklega einfaldast að taka bara. Þetta virðist nú aldrei vera nægilegt mótspil hérna. Já, mér sýnst þetta bara að vera að tapa sko. Meiri sé að það veit ekki hvað er best að hafa hrókir sko. Já, eða hrókur hér á vantar að kemur bara biskup eina 4. Tekur þessi reyti. Rittari E4 er líka hugmynd. Kannski ekki gott, einfaldar kannski bara losa sig við hennar biskup að það verða svo mikla hólur. Við hóttum bara að drepa hérna, drónum B3. Hvítum að engan tíma að missa hérna. Tekið á vantalega, tekið hér. Já, þetta er bara tapatafl. Þú verður að valda, eða teimið að valda þetta. Og ætti líka að halda að valda B3, þannig að kannski drónum B2, passív leikur. Svo kemur bara eitthvað svona, F3, rittari D6, rittarinn. Ég held að þetta sé bara gott tapatafl. Þannig að, já, líkt á í gær, þannig að við getum kallað hérna eina skák nokkuð snemma. Staðan er svona, Pétur C3 síðustu leikur. Og svo það þá. Svissum hérna út í, já, það er slett á myndaðinni. Það er að já, hún leik hrókur D og þá skaut Sassa bara inn í biskup F3. Algjör blokkering, já. Biskup F3 D5, þetta er total blockade og mann niður. Sett stöðuna hérna örstuðt á þessa, því ég þarf að gera smá skilabóð hérna. Hvað er þetta? Þannig já, okkur sýnist taflið ansi erfitt í lengu. Þetta gekk ekki vel. Héðinn virðist vera komin ansi lágt hérna niður á klukkunni. Eftir Pétur bara A3, þá leikar rittari B6, þannig svona blátt áfram leikur sem ég bjóst við svona bara í hljótu bræði. Vigni svaraði með rittari til 1-5. Drókningi fór A6, setjum meiri pressu á þetta P hérna. En þá kom C5. Nú þarf þessi rittari eiginlega hann hlýtur eftir að hörfa. Já, það er allt og hættulegt að hafa hann hérna A4 af því að ná einhver framtíð og þetta er hérna bara reynt í vandræðum. Þannig að hann fer á D7. Hérna býst ég nú við að Vignir haldi bara spennunni. Leikir rittari D3.
Þannig að með pari við bara, ég held að við viljum bara halda mönnunum vinna og leikur bara við D3. Svo getum við kannski leikið bishop F4, þá getum við fara að íta þessu riddara, bishop D6, ýmsir svona leikir. Er þetta ekki, ég veist nú, Vignir hafa bætt stöðuna. Það er að töluvert frá því á hann. Mér finnst það orðið mjög þægilegt að kvita hann. Héðinn hafi farið eitthvað vitlaust í þetta og nú var hann aðeins 15 mínútur eftir 15 leiki. Hann eftir að leika 25 leiki sem þýðir mjög einfaldlega að hann hefur minna en mínútu á leik. Það býður nú hægir, hann farið þetta hálfa mínútu á leik, þannig að 25 leikir, hann farið 12,5 mínútu. Já, 27. Hann er svona rétt rúmlega mínútuleik. En það er ekki meira það. Það getur eins dýrkeypt. Vignir á meðan er með 34 mínútur, mun á 20 mínútum. Þetta getur skipt máli. Og já, ég myndi segja að þetta herbrað Vignis í byrjunni hafi heppnast framar vonum. Mér finnst þetta mun betri staða heldur en byrjunni gátti kynna eftir svona 9-10 leiki. Það var svona þægilegt að hvíta hann. Auðtefnilegra. Drottningin svona smá klunnaleg hérna á svörtum. Við sjáum hvað setur. Fylgjumst með þessari náttúrulega. Svo er það Guðmundur, já, okkur fannst nú eftir C3 á réttum tíma Bárður var nú bara mann sem fína stöðu hérna. Það var hrókur F til E8, hrókur Ari til Davíð 1. Riddari finnur 8. Sér ekki að gefa til kynna að vilja hafa með riddara hérna á E6. En F4 hjá Bárði og eftir riddari byrja F4 þá var hann búinn að ná að opna stöðuna aðeins. Ég ger ráð fyrir að drepa hérna með peði. Mér þykir þetta nú bara eins og hjá Vigni, þá finnst mér nú hvítur að hafa bætt stöðuna töluvert. Það er búið að opna stöðuna, peðið sem var í F5 lokaði svo tablinu náttúrulega, peðið á F5. En nú er tablið að opnast eftir getur bara F4. Og þar njóta biskoparnir sín, þessi riddarar hjá svörtu, þeir eiga það er engar góðar útstöðar fyrir þessi riddara. Þessi á enga riddi hérna, þessi hvert fer hann. Lítið að gera hér, ok, ég getur farið hér en lítið að gera hér. Sérstátt að gera hérna. Það hvítur megi bara vel vöna hér og Guðmundur þarf að vanda sig í þessari skák. Við töldum að Helgi Ás var dagur, þessi dagur Helgi Ás, að sú skák væri jafnvel að stefna hraðberi í jafntefli. Það spurning samt hvort að hvítur ætlum að reyna eitthvað aðeins. Eins og við talaði hann með aðeins meira rými. Gæti kannski reynt svona eitthvað útvikla speysið. Ef svartur gerir ekki neitt, þá náttúrulega gerir það. En svartur gerir eitthvað einhvern tíman, líklegast F5 á réttum tíma eða H5. Svartur getur nú ekki gert sér mikla vonur að tefla þetta upp á eitthvað. Og sjá, fáum við svar hér.
Kóngur eftir Slúta laga. Og svo myndan eitthvað sem komin í lag hjá okkur. Þannig Dagur bara röltinu. Já, nú eru konum með skákinu upp á tjald, þannig að Dagur er greinlega bara að fylgjast með eigin skák upp á tjaldinu. Hvað að gera? Má sjá. Ná hérna. Þetta aðeins niður hjá mér. Tjattir. Úps, já, nú skil ég. Hérna erum við. Þarna. Það er saman Mattiasi, það er jafntefli þessi skák hjá Degi og Helga Ás. Þannig að við skulum vinda okkur í eitthvað annað. Ég Bragi var bara eitthvað, það var eitthvað veikindi bara held ég. Það kom upp á með litlu fyrirvara því miður. Herri, rittarinn er komin inn, já, eftir hrókar að B8. Þá er rittarinn hjá hér verið komin inn á D6. Valdaði rittari sem getur átt að vera ágætt, en að samanskapi þá er þetta oft hættuð að vera kannski svona í miðtöflum með drottningar og þegar einhver sókn í gangi. Til að mynda er spurning hvort að svartum með ekki bara leika hrókur hérna eftir D8 til dæmis. Þannig að hóttu bara ekki að dreipa hérna, eða hvað? Þannig að hvítu gerir ekkert, ég veit ekki hvað er best að gera ekki neitt, er það ekki bara hér? Að því við völdum þennan með rittaranum og eitthvað svona myndi bara tapa peði. Þannig að spurning að rittari D6 hvað? Myndur hún líklegast bara að leika hér og spyrja hvítan spurninga, hvað var ekki fyrir honum? Ekki gott að sjá. Valla ætlar hann að fara að fórna einhverjum hérna, manni fyrir einhver peð hérna. Það gangi nú aldrei upp sko. Þá er ég nú að hugsa að ég getur nú jafnvel tekið þetta með kóng sko. Eitthvað svona þetta virkar nú eins og þetta sé allt of mikið sko. Töpuð fyrir manni, það vantar ekki nóg hérna og hrókurinn er valdar, þannig að við erum ekkert að fara í nennar leppanir hérna. Já, er þetta ekki bara já, hvað? Kannski hefur við tíma til að leika bara hrókur B sko. Og svartur hefur ekki tíma í þetta í hennar business hérna, við leikum bara hér til dæmis. Og höfum við engan tíma í að drepa á F5 sko. Út af mótun í borði. Þannig að hrókur B hlýtur að vera plani á hann. Kannski er hrókur eftir átt ekki neitt. Já, Hjörvar hlýtur náttúrulega að hafa í þessari stöðu hérna hlýtur Hjörvar nú að hafa hugsa sinn gang og hérna verið vissum að þessi sé lægi sko, annars hefði hann bara leikið þetta reyður eins og bent hefur verið á. Að sjá hvað setur. Ok, hvað ætla Olga að hafa gert? Hún já, ég get ekki sagt að þetta komur á óvart. Hún er
mjög aggressív. Hún leikur auðvitað bara G5. Ég man til skákjáni á síðasta Evrópumótið mitt þar sem að hún var algjörlega óhrædd við að opna kóngsækinn með svona leikjum. Kom nú við baki á henni í gær móti henni. Það er svona, það er kostur og gallar við svona dæmisku. Kostur og gallar við svona dæmisku, þetta getur komið í baki á henni. Live by the sword, die by the sword. Hilmir þarf ekki að drepa þetta. Vildi ekki hleypa hvítum mönnum hérna á opna línur. Og leikurinn er heitir H5, vill halda þessu lokuðu. Hann er svo sem ekkert með neitt. Svaka færi sjálfur. Hlýtur að hugsa að fara að leika hér, en líkur ekki beina þau hjá hvítum að leika núna bara rittar E4. Þetta er reitt fyrir rittarann, opna fyrir biskupinn. Stopp með rittar G3, hún leikur því bara. Og ef svartur gerir ekki neitt, þá er næsta daskar af hvítum bara að setja hérna. Alltaf er þetta að gera ekki neitt, en ég segjum bara já, svartur ætla að reyna að fara að rífa upp hérna dronningavanginn, hann er eitthvað svona eða A5 A4. Segjum bara hérna A5 A4 til að segja eitthvað. En hér er náttúrulega bara komið rittar F6, eða ekki? Nei, ég rittar G3, ok, þetta er ekki hótun. Jú, þetta er hótun, þessi er hóni. Sem ekki er á, já, það er þessi hóni. Þetta er reyndar eitthvað svona hótun. Já, hvort rittar D5 var líka verið möguleiki. Ég er kannski hrifnari að... Rittar D5 mátti kannski drepa. Eða hvað, nei. Það er óskækja. Það ætla að máta á E2 en hvítu valdara bara. Hrókur H2 eða hrókur E. Það rittar D5 kannski koma alveg til greina líka. Þá ætla kannski bara að drepa hér. Drepa hér og rittara hér. Það er rittar E4 allavega svona. Valdar þetta líka, en ef hann drepur núna hrókur hér, þannig að leika svo F6 líklega. Jæja, það er alveg flækir í þessu. Það finnst betra að hvítan, biskupinn hérna sterkur eins og bent hefur verið á. Það er komin úrslit hjá Dómatsúk eftir biskup F3, hrókur Einar 1, biskupinn F4. Kaup og já, við vorum búin að skoða svipa, það var einfallega onni hérna, dronning B2, dronning C4, kongur A1. Svartur er manni yfir og er að sækja, hvítur ekki með neitt mótspil og þetta er bara búið. Þetta er vel telt hjá Sassi að hann er að koma inn hérna. Við sjáum að þessi strategía sem að hóst með B5 persóninni hérna til að veikja hvíturreitina, hún eiginlega bara nýtur sín fullkomlega henni í lokin. Við erum með blokkeringi á hvíturreitunum, stjórnum þessum mikilvæga hvíturreitum og erum komið inn á enninu hvíturreitunum. Þannig að, já, löngkrókun held ég að sé hafi verið svona upphafið að vandræðanum hjá Lenku og bara mjög vel telt skáksýnd sem er hjá Alexander. Það er fín einhver fyrir þessa. Lenka byrjar, já, hún byrjaði ekki nógu vel, 0-3. Kom náttúrulega inn með stöttu fyrirvara í mjög erfitt mót, það verður að segja þess að það er svona ákveðið hugrekki. Það voru margir sem að höfnuðu, já, mér var ekkert boðið, ég hefði nú örugglega getað komist inn á stegum svo sem, en já, ég veit menn á mínu bili sem að höfnuðu sæti bara því að þeir eru ekki nægilega góður æfingu til að mæti svona mót, sko. Ég tóku þátti svona mótum í gamla daga, en það var nú kannski gaman að gera það aftur, en þá veit maður nú vera í einhverju, hafa eitthvað fram að færa í byrjunum og annað og verið smá æfingu. En ok, já, fyrst úrslit komin. Gerum fastlega ráð fyrir því að
kom nú bara fljótlega úrslit hér í alltaf til þetta hjá Helga Áss og Degi. Förum aftur í mikilvæga skák hérna. Það er Högni Vatnar og Héðinn. Héðinn leiknum Bjarni 7 til Bjarni 6. Svona þess að grafa undan stöðunni hjá hvítum. Ákomið þessi leikurinn er þetta B4 hjá honum Vigni. Og drónadröfn E2 hjá Héðinni. Þetta lítur vel út á hvítan. Þetta var að samt hvíti getur alltaf unnið þetta Petter baka þegar hann ef hann vill. Spurningunni við bregðumst við þessari drottningu. Það er ennþá 15 mínútur hjá Héðinni. Vignir er aðeins búinn að hugsa sig, komin yfir 21 mínútu. Ég er líka nokkuð beint við að leika bara hrókur hér og þá hann gefur að flækast eitthvað hinga, þá kemur þetta C6. Það er sko mjög þægilegt að hvitt. Hvítt eru parið. Eina sem hættir að setja út af hvítum er þetta tvípa hérna. Þetta er líklegasti leikurinn saman af því. Svo til dæmis þetta peða hérna A3 var að B2, þá var ég hvítið með munnherri blús. Já, lítið vel út í Vigni, en já, það fara svona aðeins að saxast á tíman. Talandi að saxast á tíma, heimsmeistarinn því er líklegast Bárður Birkisson. Og hann drapaði 4. Og hérna er nánast hingað að tefla þetta eins og hann Guðmundur gerði. Það komið svo sterkt miðbara hvítum og peðin svo sterk. Bishops behind pawns, þannig að hann verður eiginlega gera eitthvað, fá einhvers konar blokkeringu. Leikurinn er F5. Þá leik Bárður E5. Mér finnst komið til greina ef hvítur getur að reyna að hanga á þessum peðum hérna saman. Svona hanging pawns. Ég veit ekki hvernig er best að gera það, líklegast þurfa að koma kóng eitthvað stað svona betur fyrir H2 eða H1, bíða svolítið á þetta. En það skiljanlegt þegar það er svona pressa og menn vilja losa hana með E5. Það er hins vegar ekki það sem er slæmt, en það býður hvítum svörtum upp og kannski eitthvað blokkeringu hérna. En Bárður virðist hafa í huga að leika bara strax D4 sem ef það gengur upp getur verið ansi sterkt. Hér kom C3 upp í D4 og hann dref með biskup. Já, ef við gætum myndum við alltaf drepa hér og hótum D5 og hvítur er með frábær stöðu. Vandamálið hins vegar þetta er B4. Setur á drottninguna og svo kemur þetta á D5. Hinn þetta er að gefa á E6 og hér myndur rittarinn njóta sín. Ef við berum þetta saman með stöðuna sem ég talaði með áðan, hvað gefst það hér? Það var hér kannski. Við vorum að tala um áðan hvernig rittarinn átti ekki að riti, þess að enga riti, hvert er þess að fara. Ef við náum þessari blokkeringu, eftir rittar B4 og biskup D5, þá er rittarinn komin með flotta blokkeringariti og biskupinn njóta sín ekki að vel. Biskupinn hérna svartarita múrar inn að eigin peðum hérna. Og svartum er svona þakkarlega sáttur. Þannig að já, Bárður er með biskup. Það heldur svona aðeins meiri kontról. Svartur er eftir sem áður með flotta blokkeringariti hérna fyrir rittarann. En hérna þetta er hvíti sjálfur vel sáttur. Ok, eitt rittari hér, það er svo sem ekkert til að ágjöra. Hvíti stendur alveg pottið betur hérna. Það þarf að passa tíma. Bárður komin í 10 mínútur. Nei, hann er með 12 mínútur. Það er Guðmundur sem hefur hugsað. Já, drottning E6. Við viljum náttúrulega helst hafa hérna rittarinn á þessu reitt, en það er náttúrulega hóttunni stöðun að dreipa á B6 út af drottningunni, þannig að drottningin fer hérna tímabundið vantarlega.
Við þurfum að halda valdi hérna á riddaranum. Það er kannski að fara að koma eitthvað svona regrouping, riddari E7, C5, hinn riddarinn á E6 og svo framvegis. Samt varasamt að kannski gefa eftir D4 riddin, C4, D5 einhvers staðar. Hérna kemur nálega til greina hjá hvítum bara að vinna eina pöttu hérna. Drepa C6, drepa F5. Með kostur og gallar, kostir, vinnum peð, gallar, svartur getur verið sterkur á hvítu riddaranum. Datt í hug eitthvað svona G6 riddar E6 en hvítur reyndar fljótur að leika F5 sjálfur en það er kannski það ekkert gott. Það kemur alveg sterkandi greinlega bara að geta þetta peð með þetta orðin G6 og nú held ég að já, Bárður er eftir að eða svolítið tíma hérna, það er svolítið galli hjá honum, hann fer illa með tíman og hér á hann eftir að hugsa mikið. Það kosti hann ekki að hann leik sér mát bara í skák sem hann búin að bjarga því hann átti ekki tíma. Helgi Ás lítið tíma líka en staðan hans er mun einfaldari. Sjáum hann vinstra megin, hægra megin í myndir eða var Bárður hjá Lenko og Alexander er í skáklóki. Helgi búin að leika okkur DS sem ég sýnist þetta stefna í nokkuð auðvelt í aðtefli. Það er klárlega hvítur sem er að pressa meira rými en svartur heldur velli hennar sýnist mér nokkuð auðveldlega af því við náum aldrei eftir hrókakupp. Það er ekki engin veikpeð hérna fyrir svartan. Kóngurinn er ekkert að komast neitt inn, bara þá leikum við bara biskupið á þessa skálinu hér. Hleypum honum aldrei inn. Já, þetta er bara svona symmetri spilast að, þú veist, peðin eru öll á sömu línum. Þótt að hvítur hafa smá rými, kannski við kannski leika í F5. Við þurfum kóngin inn einhvers staðar til að vinna þetta og ég sé ekki að það gangi, þannig að ég spái í jafntefli hérna. Helgi er þetta komin yfir í samkvæmt þessi 3 mínútur. Við sjá aftur hérna, maður sjá hver á leikin. Nei. Helgi með þetta er okkur D7, það var með 8 mínútur hvítur á leik. Hannes og Hjörvar. Er Hannes ennþá að hugsa eftir þetta D6? Það verðist vera. Við erum þetta með þá hérna, við skulum bara sjá hvað er í gangi. Já, Hannes bara að hugsa nokkuð lengi hérna. Hannes er mjög, já, sjaldgætt að Hannes sé tímaræki. Saman eins og sem ekki núna, en hann er að nota tíma, hann er betri tíma en þá. 20 mínútur til 14. Hann er ekki alveg viss hvernig hann heldur áfram hérna. Hvítur allar að reyna að leika Hrókur B vantarlega á reyna ógna þessari B-línu. Já. Olga er komin niður í 6 mínútur. Eftir riddari 1-4 þá kom biskup D6 sem hefði kannski mögulega bara líka leikið á móti riddari D5. Hrókur H til G1. Virkar rökrætt að nota þennan hrók þar sem að hálínan er algjörlega lokuð og ekki líklega til að opnast. Biskup Gunnar 3 hendur í blokkeringu og D3 hjá Olgu. Styrkir hérna riddara á 1-4 og athyglisvert að þessi menn hjá svörtum eru svolítið bundnir niður. Riddarinn á enga riddi, bundið við valda biskupinn. Ef biskupinn fer eitthvað þá getur komið bara hrókur G4 á hvítum til að vinna þetta peð hérna. Svartur er mögulega í smá klemmu og þarf kannski bara að fara að byrja því að reyna að sækja eitthvað á drottningavang.
svona hafandi sagt það so basically, having said that hvernig er hvítur á móti að bæta sína stöðu? Ekki alveg viss. Það er eitt fyndið þegar maður hérna í einhverjum stöðum gengur náttúrulega ekkert núna en ef við leikum ekkert með hér með reyndar þeir bara brauðskipti en tekið hérna þá geti ég kannski skotið inn þessum alltaf vonu ég E3-login það gallið við þetta allt saman svona en við sjáum þetta er svona það er ýmis þemu í þessu sem að eru svolítið hvítum í hag það er hann G4 það eru bara fýll leikur í stöðunni já, hann leikur því já, hvítur er svolítið búin að pinna svörtu mennina niður en það er spurning hvernig hvítur heldur svo áfram við hljótum að vilja kannski á einhverju tímapunkti reynilega bara að drepa á G3 en við þurfum að undirbúa það töluvert ég held að hvítur þurfi ekki að hafa ágjörð á skiptamennsfórnum hérna svartur getur fórnað skiptamenn eitthvað svona en já, það myndi bara koma í baki á honum ég myndi nú bara henda einhverja mátótun hérna það er líklegast ekki vannlegt til vinnings ef þetta er gott að hvíta hann og Olga vinnur þessa skák aðja þetta er kannski alveg hægt að laga gongin einhver staðar hérna hvað sem hann er hér eða hér já kannski er þetta að meta þessa stöðu en tilfylgir ég að svartur á enga dýnamík þá hvítur nú virðist hafa svona ákveðna stjórn á stöðunni þannig að þetta er hægt að bæta stöðuna það er svona eina sem er að trufla mig svartur svona on the other hand gæti kannski fara að íta sínu peðum að stað og ef við finnum ekkert plana áfram á kóngsang þá kannski er það nú bara hættulegur en hitt já, athyglisverð en já, fréttir með Dag og Helga Ás þeir hafa sama jafntefli myndaðan þetta dottin út af í salnum já, ef maður fyrir skiptamennsfórnum þá þarf að væntanlega að drömmu við hérna peði fyrst dottir út aftur sjá hvort hann hafa sett þetta inn það er skemmtilega að geta séð svona yfir salin en allavega, já, jafntefli í þessari skák hann hefur konið með 2 úrslit herðu þriðji úrslitin voru að detta inn og það er kannski komið skýring á því af hverju
Hannes hugsaði svo lengi að Hjörvar hefur greinilega boðið jafntefli leið og leikur Riddara D6. Nú ætla ég að kveikja á apparatinu sem segir plus 0,1. Kannski lítið í gangi. Jafntefli niðurstaðan. Þetta alveg bara fín úrslit fyrir Hannes sem er fullt hús. Já, nú enginn með fullt hús lengur. Hannes og Helgi eru efstir, þannig að þeir eru núna með 2,5. Gera bá jafntefli með svörtu. En þannig skák, eða góðu skákmaður með hvítt teflir traust, það er oft að lítið þetta að gera. En jú, Hjörvar til þetta eitthvað traust, hann náttúrulega ætlaði sér greinilega hluti í þessari skák með því að leika meðan H4 Háfum gefur það til kynna hérna. En hann er sem bara telt þetta rock solid og ákvað að vera ekkert að rugga bátnum hérna eftir þetta D6. Líklega strettilega. Þá eru bara 3 skákir og ef við ekki vipp okkur yfir í Héðinn og altså Vign og Héðinn. Drottning bara 1-2. Þá, já, voru að búast hrókur E1. Vign ákvað að drepa hérna bara C6. Þá kom kongur H8 hjá Héðinni, það er bara losna við allt við þessi hérna tengt Riddari E7 skák. Vigni leik Riddari E7 enga síður. Virka nú óþarfi. Ein pæling, hvað gerist hérna? Já, Riddari er bara hér. Já, ég var að hugsa að Riddari fara hér. Ok, hann leikir Riddari E7. Það dreipið á C5, D-tripur C5. Hrókur Bjarni 8 hjá Héðinni. Drottning Ari 4. Drottning Ari 6. Nú held ég að Vigni drepa á A6. Við erum búin að tala um þetta í öllum hérna umförunum að hann er hrifinn af endatöflunum og ég held bara að ef hann dreipar hérna biskupdreipur, kemur svo hróknum undan, hann leikir drottning D4, það kemur reyndar á óvart. Ég held að hann myndi gera þetta að leika hér og treysta svolítið á þetta sterka P hérna, C6, C7 að koma. En hann leikur hérna drottning D4. Nú það svartur að vanda sig, það, já. Það er ýmislegt að, glemdi að, já, nei, ég afsakið þetta, það glemst að skiptast hérna. Glemdi mér hérna þegar ég skipti yfir á strákana. Já, förum aftur hérna eftir drottning bara 1-2. Hann drap á C6. Kongur H8 til að, já, stoppa Riddari E7 skák. Hann leikir samt Riddari E7. Það teki, hrókur B8. Hérna spáði ég drottningaköpum á A6 með hugmyndinni bara að leika hrókur D og svo bara nýta þetta sterka P, en hann leikir hérna drottning D4 og þetta er staðan eins og hann er núna. Og tímarækið að þeirra 19 leiki eftir, cirka mínútu á leik. Héðinn er með 10 mínútur, Vigni með 12 mínútur. Svo þetta ekki farið sem er live, jú. Það er fínt að vita að menn sé á lífi hérna í chatinu, takk fyrir það. Þetta er staðan. Bárður er komin í mínútu. Úff. Hann ákvað að taka P. Hann tók á C6.
drottning fyrir F5 og hérna ákveður Guðmundur að leika drottning G6. Hann reynir að fá vald á hvítu reitunum. H4, bindur þetta niður, kongur F7, þessi riddari kemur á E6, spurning hvenær, C4, ekki viss með þennan leik, svona, það er óþarfi, maybe bara bring king, já passa C4 náttúrulega. C4 að leik C4 hérna, já það er eitthvað snemma ferðin, en ok, hvítur er peðið yfir en svartur með sterka blokkeringu. Hugsanlega veik peðið hérna er biskupið frá flagg. Það er riddari E6 í algjörlega átá hérna. Nú bara spurning hvort að hann Guðmundur haldi þessu. Er þetta spurning eftir eitthvað svona, hvernig völdum við H-peðið? Ég held að við höfum alveg að leyfa þetta gerir ekki neitt. Kongur E8 á hvað svo? Það vandræði með að valda þetta peð. Af því að biskup eftir þá drepið hér. Það reynda að kemur til greina biskup eftir drepið, hrókur D7 skák. Kemur kongurinn út hér, svartur rættur. Hrókur E6 í stað drottning G6, eitthvað svona. Kemur út í greina. Ef í svona stöðum ef hvítinu er að forðast svona hvítreita blokkeringar og reyti fyrir svartan þá getur hann notið umfram pessis, en þessi var alltaf að skipta bara upp hérna. Ég held að C4 hafa ekki verið góður. Og það sé á eldsnött hjá Hilmi og Olgu. Eftir drottning G4 þá kom hrókur D5. Olga svarar hrókur G2. Bara lógist hafa mennina tilbúin að dobla hvort sem það hér eða annar staðar. Hrókur E6 hjá Hilmi, Olga á 3 mínútur. Skrítið stað, það er allt svo bundið sko. Hvítur er eftir hrókur D5 sérstaklega var hann bundið hérna með að valda hér. Riddarinn er fastur hérna. Á enga reyti og líka bara að valda G3. Hvítur vil ekki drepa G3 með riddara, þá kemur hátdrapa G3. Nú líkur hrókur C2. Athyglisvert. Kongur H7. Manni sýnist eins og Hilmi sé smá að svarar bræði, svolítið að tefla upp á tíman. 26 leikir, 3 mínútur eftir Olgu. Þannig að hún fær, 6,5 mínútu. Og nú þessa 2,5. 9 mínútur eftir. Innan mínútuleik samt. Það er alltaf erfitt. Kongur H7 hrókur E2. Olga komin í svona fram og tilbaka. Dúll. Kannski smá að augra Hilmi, ég fara að gera eitthvað. En ég meina svartum ánálega leika bara A5 sko. Hugmyndin A5 A4, bara losa þetta þessu upp. Ef hvítur ykkur A4 þá kemur til greina hjá svörtum að leika B5 sjálfur. Sprengja þetta upp. Samt erfitt að ímynda sér eitthvað mát hérna. Hjá svörtum. En ef svartur ætlar að gera eitthvað þá þetta mér nú lítið annað í huguna. Leika hann eitthvað A5 eða B5 jáfnvel. B5 geta alveg líka verið leikur. B5 og okkur A6. Ég spá annað hvort A5 eða B5 í stöðunni. A5 eða B5. Það er svona heilmislegi leikir líka. Hrókur E2 og náttúrulega hótarengu. Já, svo var spurning hvort að Hilmir vill á einhverjum tímapunkti fara að fórna skiptamun. Tefla algjörlega upp á tíman. Nú sérstaklega að kóngurinn komin á H7.
er samt mjög varasamt sko. Mjög varasamt. Þannig kemur hann til greina. Eitthvað svona, hrókutröpur. Drottningin er á ný. Getur fara D7 eða hér. Segjum við allir bara að leika hrókut D8. Þá náttúrulega get ég fara að drepa G5 kannski. Þessi skiptamennsfórn held ég að komi mögulega til greina. Af því að þú veist, þetta er ekkert mátin að kongur getur bara að koma á G6. En hvað er samt spilið á svörtum? Við getum alveg undirbúið þetta. Ef þetta er eitthvað gott, þá held ég að við hljótum undirbúið með einhverjum pestleikjum. Hrókur E2 með 3 mínútur á klukkunni og síðasta leikur. Hilmir hugsar. Vippum okkur yfir í Vigni. Eftir drottning D4 þá komur riddari E til F6. Sem Vigni svaraði með C6. Riddari B6. Drottning F4. Svörtu menni standa núna ansi klunnalega. Hvítur með virkamenn, hættulegt frípeð. Svartur með biskup sem kennst ekki út. Hvert er þessi hrókur að fara? Þarf hann ekki að leika hérna hrókur A8? Þegar hrókur A8 þá eru ýmsir svona freistandi leikir. Biskup D4, drottning D6, ýmislegt. Og til dæmis eftir hrókur A8 biskup D4 sem aðdáandi mátþema þá kalla ég þetta hérna Capablanca mót, fræðskákið Capablanca. Þessi svartur apa eftir hvítum og það endaði svona að hvítur skáka á E7, drapa G7 og máta akkurat svona. En til þess að það gerist þá svartur auðvitað að tapa sér riddara svo hann valdi ekki hérna eitthvað reyti hérna. En mér sýnist þetta nú bara að vera ansi erfið staða hjá henni. Og já, þessi biskup er svona vill að bara vera stórveldi. Þú veist, ef það er eitt að hann dráp hér þá er biskup C5, hann er góður á D4. Svo náttúrulega annað fyndi variantur sko ef svarti myndi nú já, svo sem ekki góð leið til að gera það en ef hann segjum bara hann hefði átt einhver leik eins og riddari D3 hérna í stöðunni þá hefur við náttúrulega drottning fyrir F6 annar mát. Drottning F4 á 8 verður sem bara að vera fyllleikur og hvernig er tíminn? Ha? Gerðist þetta? Nei, hættu hún alveg. Gerðist þetta? Leika drottning A4? Nú er ég hissa sko. Og svo. C6 hérna, drottning A4. Hrókur A8. Biskup D4. Hann leik drottning A4. Með hugmyndir biskup F6, drottning F4. En hann leikur bara drottning F6. Ha? Þetta er alveg svaka lífið sem hérna. Reyndar mjög erfið staða, við höfum að gefa henni það. Þetta er ótrúlegt. Það er bara kláss mát, það getur bara gefið. Mér sýnist bara hendurna komnar hana inn á miðborðið, Vignir er farin að ræða upp. Þetta eru tíðindi. Vignir með mikilvæga stórsígur hérna hérna. Það sem að, já, hér eru mátseimu í gangi. Það fyndi ég var að reyna að finna leið til að svartur klúra þessu mátseima og fyrir tilbaka og þá allir bara, líka þessu. Já, drottning A4, ég var að reyna að finna leið, ég fann eitthvað leið, en það var leið. Drottning A4 var leiðin til að
klúra þessum átíma. Þannig að Vigni bara komin í frábæra stöðu í titilvörðinni með 2,5 vinning. Hélt erfið jafntefli með Svörtökir Gumma en búin að vinna á móti Alexander Domalchuk og núna hérna Stengri sinni. Magnað. Já, þetta bara búið, það er hægt að flækja það. Glæsilega geta Vigni. Við ekki að ná í Vigni bara. Sjá hvort hann sé til í það. Við erum live hérna. Erum við live? Já, það bara hana eitthvað sem. Ja, þetta svolítið fyndið, ég var akkurat að kíkja. En hvað hinum minn? Ég var akkurat að kíkja á hérna. Ég var að finna leið til að klúra drómtrömmur F6 og það fór ég tilbaka og bara svona, kom þetta? Hvernig? Já, þetta var Katalanska sem kemur ekki á óvart og þetta algengasti leikurinn. Já, mest pirrandi leikurinn. Já, ég var reynd að segja útsendingunni hvort þetta sé ekki bara orðin algengasti leikurinn í dag á þessum herri levelinu. Þú veist með þetta ekki? Jú, það eru gláð topp levelið sko. Já. Líka svona pointi bakveginn leik ekkert svo öðvöld að skilja sko. Og bara þú vilt fá biskupn á D2 þegar hann verður á D2. Já, ég var reynd að minnast að kannski í svona lokuðabrannu viltu frekka að vera B2 og svona fyrir hvítum. Oft líka riddarinn á D2, kannski A-línni í sig sko, biskup G2, hrókering. Þá viltu fara í þessi línu drottning C2 riddari D2. Já, riddarinn að skora D2 upp á að stoppa C5 til þess í mörgum línum. Og leika E4 mjög fljótt og þetta er svona. Og líka bara rífur og aldrei á D4, hann svona ímist ímsi punktar í þessu. Algjörlega. Að þetta virkar svona, við erum alltaf nýbúin að læra skák, að við kennum að hreyfur ekki saman tvisvar í svartur skákar og algjörlega sem bara tilbaka. Það virkar skrítið. Það er allt þekkt og hérna greinilega varstu búin að ákvaða konum óvart með riddar A3. Já, reyndar í stöðunni sko hrókering. Já. Sem síðan riddar A3 en ég ákvað bara að leika svo hvort það ég veit ekki hvort það sem ég munur eða ekki en hugmyndin er náttúrulega mjög furðulega bara svona, það reynir á hrók og C1 mjög fljótt. Já. Og ef hann fyrir svona B6 og hann getur tekið og riddarinn er góður á B5 og mjög fljótur að nýta þér leikinn sko. Þetta er kannski algengar þessar stöðu. Já, þetta er eitthvað á Ronin gíri hugmynd eitthvað. Já. Og segjum B6, bara svona að riddari D7, hrókur C1 og riddari D7. Hérna kemur point til hún getur drepið á D5. Já, hún getur ekki drepið með F4. Já, og riddari B5 eða dronka F4 eða biskup F4, þetta er bara ógeðslega góð staða hérna. Já, getur hann ýmsar leiðir til að auka pressuna. Algjörlega. Ok, en hann líkur hérna F4. Já. Þú vilt hatta þessi biskup. Já, því besta setup er rauninni að tefla þetta, svona Stonewall setup sko. Segja bara riddarinn A3 ömur. Já. Sem er alveg náttúrulega riddarinn A3 er ekkert góð kall sko, en. Já, ég svona bjóstu því að kemur eitthvað svo leið sko. Já. En hérna hugsa hann eitthvað. Ég spá hvort það væri, kannski aðeins augránum að vinna eitthvað peð þarna. Já. En þú fara alltaf held ég. Ég fara alltaf. Fína betur. Já, ég held það allavega. Varstu með það, var það svona eitthvað svona semubluffegar að láta neyða tíma kannski? Já, 100% sko. Já, ég bara reiknaði hérna í 5 mínútur og sagði, þetta lítur á leið. Já. Ég veit það ekki, ég vildi. Það er svolítið hans stíll ofta í þetta peðin sko, ef hann sér ekki hættina að gera það ekki gekk vel. Algjörlega. Ok, þannig að þú byrjar að fá svolítið gott tímahóskot. Já, mjög sáttu við það. Smá gameplan sko. Já. Og hann tefnir hérna sko, þetta er mjög áhugavert, það er skákirna sem er á Ronin gíri. Já, nú erum komin inn í þekktar skákir. Já, hérna er Ronin gíri til dæmis. Já, og málið er að í þeirri skák, þá held ég að við komum hann drap A3. Já, hann tók og riddari B6, já, líka riddari D6, já. Já, svona. Og C5 og fór síðan hann. Já, fór hann að skipta við, maður til þessu skák. Já, það var alveg geggjur skákur á Ronin, sko, en ég vissi alltaf af þessari hugmynd. Já. Þannig ég var alltaf svona bak við eyrað var ég alveg mjög til í að teppa okkur svona upp sko. Og allt í einu. Svo var DS og teldi bara skákina. Já, ég man eftir þessu skák. Svo ógeðslega erfitt að teppa á svartan sko. Bara á 7. röðinni sko. Algjörlega. Kemast ekki frá Ok, já. Hérna erum við greinilega búin að transpósa aftur yfir í
Já, einhverjum skákir, hann leikur drótning A5 sem að er í einhverjum skákum já. og já, hérna hugsaður aðeins. Já, hérna er ég náttúrulega að velja eitthvað plan og eitthvað, það er ekkert svo einfalt sko, því hann getur annarkort sko tekið á A3 og leikir riddari B6 eins og gerði, hann líka reyndi að fara í B6, biskup A6, þú veist, það er ekkert svo auðvelt að hérna, maður þarf að vera búin að reikna þetta ágætlega sko, og mér fannst drótning B3 líka bara meika með sens einhvern veginn, þú veist, ef við leik drótning D3 þá kemur B6, biskup A6 og drótningin með stendur ekkert rosa vel á D3. Já. Þannig meika svona sens að hafa hann frekar á B3. Já. Og hann ákvað að drepa þetta. Já. Þá finnst mér eiginlega mega sens að reyna eitthvað. Hérna getur náttúrulega að fara í að Róni hann gerir hugmyndirna sko. Ég var nefnilega að hugsa það sko. Já, leika C5 bara. Já, C5, og þá þú veist, riddari C4 og tekið og örugglega sko drótning C2, svo ég ætti síðan riddari E5 og riddari C4. Svona rámaði það allavega við þessum Róni-skák. Eitthvað svona, já, bara hér drótning C2 og sem bara eitthvað compensation sem ég held að sé fullkomlega fín kosti sko, en mér leist bara svo vel úr riddari E5 af því sko, ég meina að þetta er eiginlega orðin glötu stað eftir drótning A6 hann verður að leika F6 hér? Já, ég held að hann hafi bara fattað að C-dröfið D5 er ekkert rosa þægilegt Já, hér? Ég get bara, já C-dröfið D5 var hún í E4 Já, og ef hann tekur riddarann á E5 þá tekið á C6 og þú ert það sýnst mér með tapað sko, ég held að Róni á E4 og fær riddarann á tekið náttúrulega alltaf á B7 Já, ég valda hérna að leikur kannski bara tekið og tekið á E5 biskup F4 allavega Þetta er lýsbiskup F4 Já, og sem þessi staðar er alltaf góð sko, þetta peða á C6 Þannig þið leiðið eins og þetta væri orðið erfitt hérna á hann bara eftir þetta Ég var mjög ánægður hér með C5 og riddari D3 og sorglega er í þessu, hann verður eitthvað með að leika B6 og ég er rauninni reiknaði ekkert alveg ég hugsaði bara að þetta hlýtur að vera glatað eftir riddari B4 eitthvað og þótt hann tækja á E2 og var allt jaft í liðið þannig séð og tekja á C6 og þetta er alveg óþólandi að tefla þetta sko Kongur H8 fannst mér sniður en ég leik bara samt riddari E7 þannig breytir ekki öllu Það er ekki leikar riddari E7, bara jú Það er bara hann Já Hrókur B8 Já, hérna held ég fyrst og allar að drepa bara fyrir endartöflu, svo hrifin endartöflu en líklega rétti það bara út með það góða stöðu og virkastöðu Já, hann með klaufulega kalla, þú bara heldur hann með klaufulegum Eitthvað sem er að reyna að bæta mér er að tefla aðeins dínamískara og ég hugsaði alltaf að ég held drótningunum inn á og þetta C-peð og hann tímar ekki Ég hugsaði að hann verði að taka á C5 hérna sko Já, ég gluggaði aðeins það var einn leikurinn og þá orti þú með 2 kalla fyrir hrókinn Ég var ekkert svo vissum, ég vissum alltaf að ég var alltaf aðeins betra þar en ég veit ekkert hversu Skákin var alltaf að það gangi þá Já En hérna er hann komin í hérna rittar hann enga reyti Það verður að fara hér og síðan bara drótning F4 hrókurinn bara glatar á 8 og ég er ekkert að fara að leika C7 þá kannski biskup nút ég hugsi ég gæti þannig sem leikir hrókur D1 svona stöðu og ég sé ekki hvað maður að gera biskup C5 eða eitthvað en ég held að biskup D4 sé bara strax instant killer af því að svo fyndi að riddarinn á hvað, á 4 leiki segjum, byrjum á riddari G8 það var eitthvað fallegast að það var ekki riddari G6 Nei, ok, þetta er eitt mótið sem ég ekki búin að sjá ok, við skiptum mun og þú trefum hér og þá náttúrulega er leppurinn ógeðsleg Þetta er uppáhaldstrykki mitt, ég komst eins og landsmóti skólaskák það voru 2 skiptum mundir biskupina, leiktur hann í D2 og draf svona H6 Þetta er uppáhaldstrykki mitt Já, þessi er skemmtilegur Já, annars virkar þetta ekki á það og síðan Ég var að fundra með eitt í viðbót sko ef þú tapar þessu riddar ekki starf þá ertu með hérna það sem ég kalla Kappa Blanca móti skoðum þetta Já, trók S6, þetta er næs og ef hann leikur sko riddari E8 og þá kemur bara biskup C5 og ég hóta að taka Já, taka C8 er náttúrulega betra við þetta og ég bara, hann getur ekkert gert Hvað getur hann gert? Þetta er ógeðslega það Staðan er bara glötuð Hvernig verður að leita leið til að þetta blöndir að drepa F6 Ég sagði einmitt sko, þú veist, ef hann ætti kannski riddari D3 stöðunni eitthvað dróttir fyrir F6 og svo verður spól tilbaka þá allt í náttúrulega dróttir komin F6 Það var dróttir líka A4 sem er í lagi ef þú drefum með biskup þá ætlaði hann að drepa fyrst hérna Já, þá er þetta ekkert svo einfalt hér sko við erum ekki eins og vilja vera með
Hittir nú svo. Nei, og hann var að stöðna sem miður, hann var þetta bara. Og hann ætlar að gá hann bara. Já. Já, herri, þetta nú bara, það var nokkuð þægileg skákjaður. Já, mjög náðu með Sáttum þetta. Byrjunum gekk vel. Já. Teldi ágætlega. Eins og á að gera þetta. Já, alltaf fínt þegar maður undirbyrja eitthvað svona smá og fara það upp. Já. Ég er bara, sko, ég er með ráð aðstofum að fyrir þetta mót, sko. Ú, ég ætla ekki að ská sér Birkir í þessu. Það er gott gísk. Þú segir ekkert meira gott Það gísk. er mjög gott gísk, en þetta er teóriðastur. Já, ok. Já, ok. Herri, ok, já. Leifir verið að fara hérna kvílega, kíkja maður þess á Hvað er að gerast það er að gerast hérna. Já, ég var með þessa stöðu aðan. Ég held reyndar að hann myndi fara af stað hérna ykkur tímann Hilmir. Gerir það núna, já. Það skrítið stað, það er allir kallar einhvern veginn fastir. Já. Sé ekki hvernig hvítu bæti Kongsvæki nefnilega. Nei. Og hérna fer hann í kaupin. Þá hlýtur nú svartur að vera allt í lagi. Já. Já, ég veit, ég ætla að segja, nú getur að fara að veit með hana biskupa þegar hann var ekki lengur onni hérna. Riddarinn að koma að geða líka. Já. Þetta er bara playable game. Jæja, hún er í tímar ekki hérna. Herri, já, bara allir hafa mikið, góð byrjun og fyrir við á stað. Mikið eftir, mikið eftir. Allt eftir. Herðu, má sjá, Guðmundur. Já, það fyndi hvernig hérna hlutverkin hafa verið að víxlast. Munum að í fyrstu umferðinni þá tapaði Alexander Domanchuk samlita biskup endtafli gegn Vigni. En svo í næstu umferð þá var hann komin í samlita endtafli á móti Birki þar sem hann með rýmið og peðið á réttu lit. Í gær þá var Guðmundur að pressa í hróksendtafli peði yfir og nú var hann að verjast peði undir. Við sáum hvað gerist hérna, það er mikið búið að gerast. Við sáum H4 kongur af 7, C4 sem að ég setti, ég gerði aðdáðsyndu þennan leik. Já, það komið pæling hann með skákinu hérna hvort hann hefði bara yfir höfuð átt að drepa A3 og það er mjögulega ágætis pæling sko, hann virtist bara lenda ykkur vandræðum hana. En ok, þetta komið frá okkur hávatta hjá Guðmundi. Hér eru þau kaup og eins og í gær þá var það dílina sem að skipti máli Vignir hér jafntefli með því að ná stjórnan dílinni. Guðmundi gera það sama, B, Valdar. Og hérna leikur, hann er þetta í C5, þingar kaupin. En þetta er kannski bara síst verra á svartan. Hvítur er svo passífur. Kóngurinn er að fara að koma hérna. Þannig ok, hrókur D2, kóngur E6. Hleypar hann ekki alveg strax inn. Hrókur D5. Ok, það kemst í þetta peð. Mótspil, hrókur B3, hrókur C5. Og töpeð onni, það er ekki að valda bæði. Fær svartur nægilegt spil. Vantar hann hrókur B4 núna? Eða hvað? Já, nú snýst þetta bara hvort að Guðmundur næri hérna nægilegu spili bara. Ég er ekki þessum hrókur B4 svo góður hérna sko. Það er samt mótspil ekki staðar. Því að svartur gerir ekki neitt á uppdrifið. Já, þetta geti bara vel verið unni í hróksendar sko. Kóngur F5, já, hann fer í þennan counter. Ég held samt að ég ætla að spá í jafntefli. Ég held að þetta sé vænlegt
til vinnings. En ég ætla að spá í jafntefli. Sem aftur á Hilmi og Olgu. Hérna sýnist mér hagur Hilmis hafa vænkað. Fórum í kaupin hérna áðan. Hrókur F3. Svo kom drepa B3 og riddarinn inn á G3. Hér kom kaup. Ég sé ekki hótun á hvítum og þetta hérna leiðileg hótun, mjög leiðileg hótun. Þurfum við eða tíma í þennan og þennan. Hann leikur H4, ok. En hvernig valdur það peði? How are you defending the pawn, my friend? Ég sýnist að vera að fjara hérna. Hægt og rólega hjá Olgu. Og tíminn kannski aðal blórabökullin hér. Já, Hilmir að ná yfirhundin hérna stórhættuleg peð á G3. Bob fær hvatningu, Bárður Örn Birkisson. Uppastafnin Bob. Hann myndi nú aldeilis setja strik í reikningin hjá Guðmundi og það ljóst að Guðmundur fara svona tapis þessara skák þá var nú aldeilis eftir að sjá eftir því að hafa ekki náð að nýta hvítumennina betur þótt einn að tveimur á móti hérna hvað var Héðinn og Vignir. Það var ekki slæmt en með sama skapi hann með hvíti báðum. Ja, E5, ok, mista þessum en svarti fær G5 peða á móti. Leikur vantanlega hrókur G4, hvítur leikur hrókur G2 og við drepum hérna á G5, drepa á G3, drepið, koma tilbaka, já þó hann hrókur G7, E6. Hún er alltaf með trikk í þessu, hún er með trikk hún Olga. Já, þú veist hvernig svona sem ég drepa þá kemur þessi. Hér til dæmis væri, já þó, jú, hrókur G7. Nei, jú, oi, E6 skák og svartur hugsa, nei, ég hrókur D4, sorry, E7. Vignir, nei ekki Vignir, þetta Hilmir þarf að passa sig örlítið þarna. Drepa ekki strax. Þetta er komið svona. Svo erum við G4 og við gerum F6. Hann getur kannski gert þetta svona. Svona. Sérstaklega þegar leppin hérna. Þannig ég þarf kannski að já, ég get fengið þetta endatal kannski. Þá einu biskup sé ykkur jafnir sem möguleika. Some drawing chances for white, but okay, looks promising. Looks promising for black probably. Frípið á gelinu, það kemst alltaf áfram eitthvað. Það eru konum með þessa stöðu og Hilmir á 10 mínútur eftir til að ná 40. leiknum sem hann gerir vantarlega. Það færum okkur aftur yfir í já ok, það er komin 40. leikur hjá Bárði og Guðmundi. Þetta kom hver F5, þá drap hann á C7 eins og búið að stenga upp á. Komið til F4, 1-6. Þetta peðar á leiðinu verða hættulegt, hrókur G3. Alveg múið sjá, ok, ég ætla bara að prófa svona, ok, hann ætla að hugsa sig núna, hann er nýbúinn á tímarkunum, hann tekur sér góðan tíma ef ég þekki rétt. Við erum með mynd hann á þeim, þeir eru hann að vinstra með hann, ok, hann verður svona samt að leika, mér sýnist að hann leikir kongur H2, hann leikur sér bjóst til líka, af því að nú er
hrókur E3 þingað og nú bara spurning ef ég leik E7 hvað að gerast hér? Já, ég í tímanna C5 C6 ég tímanlega hérna að drepa þetta I'm just in time þannig eftir hrókur E3 og ég eitthvað annað geti skáka hér og kóngur getur ekki að fara hér þá legg ég E7 og fyrir bara áfram í C-P af því kóngur kemst ekki þannig ég verð að fara hér og ég verð að tími þennan og þá get ég fara að éta hérna og það sem verra að eftir að ég drep hérna þá á ég C5 sko. Ég get farið hér þetta skrítist að geti kannski líka bara drepið núna hérna ég myndi bara drepið hér það er ýmislegt í þessu nú sé ég til dæmis eina hérna eitt scenario sem væri kannski eitthvað svona þú færið þetta peð gæfið mér þetta hérna eitthvað svona stöður oft bara jafntefli og þetta er líklegast bara þráðbænt jafntefli núna því ég er komin með svokallega vankórastöðu eina sem ég geti gert núna var að koma konum henni yfir þá fyrir hrókurinn bara hér og tilbúin að skáka og ég set bara alltaf á þetta peð Gummi er mistari í svona þetta breyfum sko á einhverjum stöðum var ég líka hægt að leika hrókur A7 fyrr og sjá ok, hann leik hrókur H2 spilum þetta Gummi sig komið tilbaka það er enginn við borðið báður að hvíla sig eftir að ná tímamörkunum hrókur E3 virðist vera komin á borðið alltaf einu leikurinn en nú er spurning hvernig Bárður vinnur úr þessu sko alls ekkert auðvelt að því sem við höfum skoðað þá finnst mér hrókur F7 rökréttastur einfaldlega bara því að kóngurinn hefur ekki jafn góða möguleika þar þannig að þetta er líklegast unnið með bestu tæmisku en þetta er ekki auðvelt og ýmsir pittir í þessu sérstaklega út af því að eins og bendum á að svartur er líklega fljótur að fá upp rétta varnarstöðu ef hvítur endar með 2 peð miður með 2 kantpeð og Gummi þekkir það alveg ég sé að tökum okkur allavega 5 mínútna pásu núna við erum búin að ná tímamörkunum og það er þekkt að menn taka sér 10-15 mínútur í að leika hérna við ætlum að taka okkur smá kaffipásu líka já, hrókur G2 þá tók hann ekki að G5 hann Hilmir hættur leikur okkur D5 myndi byrja að vinna þetta hérna peð þannig að hvítur þetta bara G3 drepi þá drepi hann E5 og þetta fellur í kjölfæri og þá erum við 2 samstæð og stendur til vinning þannig að þetta virðist að vera vænlegt hjá Hilmi við skulum hafa Guðmund og Bár það er svona skemmtilegri staða finnst mér það er svona áhugaverðari það tökum 5 mínútur í pásu hendi hérna salinu þetta með
Komum aftur að vörmu spori.
gumma? Þetta á mér hérna. Hæ? Báður að taka gumma? Já, ég má þetta. Hér. Það er kannski að kíkja matsinn. Mjög fýtt matur hérna, sko. Ekki? Jú. Það loka? Já, jú, ekki svo. Herru, hvað segir þú gott? Má sjá? Það er ekki búin að... Þú skilja ekkert. Hæ? Jú, hann kemur það. Herru, já, það er nú ekki mikið gerst, eins og kannski við var að búast, menn taka sér, eins og ég sagði, 10 til 15 mínútur eftir að tímamörk minna. Og það eina sem hefur gerst hérna, hjá Bárði og Guðmundi, er eftir Hrókur E3. Þá kom Hrókur F7 sem ég var eiginlega komin á þá skoðun á væri besta leikurinn og kongur E5. Og nú er Bárður að taka sér tíma og hann er væntanlega að velja milli þess að leika 1-7, drepa G7 eða eitthvað leikur eins og Hrókur hér eða Hrókur A7, ég sé samt ekki alveg hvað það gerir. Gaman samt að, já, Guðmundur hérna fylgist vel með að skoða stöðun á skjánum. Þeir eru nokkur rólegur. En ég held að valið standi á milli þess að leika hérna annarkvort 1-7 eða Hrókur G7. Ég var að losna hérna við. Já. Kíkjum aðeins á Olgu og Hilmi. Býtum við, hún var að hanga á G-peðinu. Það gerast það. Hrókur D5 og Hrókur E3. Protecting the pawn, you see. Það er bara vofir yfir þetta trikk, sko, hérna. Þetta er svolítið nasty, sko. Ef ég drepa hérna, drepi, má ég drepa hér? Nei, blett. Það er ekki dóni lengur hérna. Ég stal 2 leikjum. Ég teldi þetta svona eins og ég ætti leik hérna, sko. Og kongur væri hér og ég gæti leikið hér líka. Ef kongur væri hér, þá náttúrulega, já. Það leikur náttúrulega kongur F8 ástofn með þetta. Ok. Þetta trikk var ekki í boði misskilningur hjá mér. Það mátti hann kannski bara drepa. Mögulega, en svo sem rétt álita hjá honum að hann liggur ekkert á að þessi peð eru veik, þau munu falla. Hann leikur hérna kongur F5. Kongur F3 og kongur E6. Núna drepa Olga á G3. Og Hilmir drepar á E5. Og svona hálfpartinn þvingar kaupin hérna. Þegar Hrókur E3 þá bara kongur F5. Fyrir aftur hérna og svo vidri. Hrókur E3 og kongur F5. Biskup C1 um alla leikur. Og svona. Þetta lítur ekkert, þetta er bara inni á svartan. Drepar hérna og 2 samstað. Það er svona þumupölduregla að þú fær 2 samstað í hróksendatöflum þá átt að vinna það nokkuð átó. Refreshum þessa stöðu. Þannig að ég held að þetta sé staða núna. Biskup F5 var síðustu leikur. Hilmir hefur betri tíma. Já, ég held að hann hefði nú að
sigla þessu heim. Hvernig er Hilmi búið að ganga? Tapaði hann ekki hérna? Nú er ég alveg blokkeraður. Hvað er Hilmi búin að gera í þessu móti? Mér finnst þess að hann hafa tapað einhverju skák. Hann með svarta móti. Ok, hann gerir jafntefli í dag í fyrstu ferð. Það var náttúrulega hvítt í gær. Tapaði ekki í gær með hvítu. Vann hann ekki í gær? Nei, betur nú. Tvo svarta, akkur er mann ekki hvernig Hilmin var taflaði. Herri, nú ætti að fara að trufla mig. Fletta þessu upp. Hann valdi Esju, hann valdi Esju. Það geti endað í PES-endafli, fyrir ekki að ég bara, ég er svo ósáttur við minni hjá mér núna. Ég verði eiginlega að sjá. Hilmi vann Hjörvar, bara ok, hvernig gæti ég gleymt þessu, allt í góðu. Hilmi er í góðum málum, ef hann vinnur þessu skák, þá er hann bara með efstu mönnum. Fínu róli. En Guðmundur gæti verið í vandræðum, E7, það er mjög krítískt, mjög krítískt. Ef kongur hér, þá var spurning með þennan. Já. Ef drepið, ég var eiginlega bara að finna út að kongur C5 hljóti þá vera leikurinn. Málið mér að segja, ef við drepum sko þá er bara spurning með kapphlaupið. Er það ekki bara kólunni á kvittan hérna? Ég fæ ekki betur síðan en þessu verið langt á undan. Við möttum 1, 2, 3 og 4 og þá völdum við þennan. Það er 1, 2, 3, já, langt eftir. Þannig að svarta getur ekki farið þetta kapphlaup, þannig ég held að hljóta þurfa að leika hérna kongur C5. Eða kongur D7. Kongur C5 svona virkar. En svona ætti að vera lagi líka kongur G2 drepi. Segjum hérna og hérna. Bring king. Kannski er ég bara fljótur að góða með konginn og vinn þetta. The more I think about it, þá er þetta kannski bara unnið. 43 E7 síðasta leikur. E7 með 17 myndur eftir. Ég sé ekki tjartina hvað ég vil með það. Svona. Já, ég held þetta hljóta að vera bara unni hjá borði. Þessi hrættur það. Sjá það hana. Skákið sem eftir er náttúrulega, já, Olga og Hilmir og ég er svona eiginlega búinn að alltaf því bóka hana sko. Þetta er komið svona, þetta er hvítur gerir líklega best í einhverju stöðum að leika bara hreinlega G6. Það kannski breytir leiklu. Ég get jafnvel ekki F6 og reynt svo að vinna þetta peð. En ég hugsa að þetta sé nú alveg nóg til vinnings. Af því að hvíti kóngurinn er alveg skorðaður. Ég er með vara G-peð. Ég get bara verið hér og valda beisinn og svo bara ítt hérna. Það hlýtur að rauninni.
Þannig að Hilmir, já, hann var kannski svolítið heppinn á móti Hjörvari en að samaskapi menn skapa heppnina svolítið sjálfir og hann bara teldi vörnina vel. Við gefum honum það. Og gerir aðstæðanum alltaf erfitt fyrir í hverjum einasta leik að klára dæmið. Það eykur möguleikann að klikki eitthvað og það var bara það sem gerðist. Þannig með sérinu nummer 40 þá var Hilmir komin í 2,5 vinning. Jafnar þá Vigni, Helga Ás og Hannes Lífar sem eru allir 4 og efstir eftir þessa umferð. Það er ekkert sem getur breytt því. Guðmundur og Bárður eru báðir oflangt á eftir og Bárður án vinninga. Það ætti að breytast en Guðmundur er bara með vinning þótt að myndi grísa þessu, það fara bara 2 vinninga. Alveg, já, fyrir að enda með því að við förum að kalla þessa umferð. Ég ætla eldsnöggt að skipta hérna yfir á kandidátana. Sjá hvernig það fyrir að stað. Það er henni Pommi sem er hvítt á Bragnarlanda og hann dreif bara D5 frakkanum. Það er greinilegt að gameplani hjá Nebo í þessi skák það er að vera leiðilegur af því að Bragnarlanda verður eiginlega ef hann ætti sér áfram þá verður hann að gera eitthvað þannig að Nebo greinlega það bara að vera leiðilegur og segja að þú er aukt hjá hann að reyna eitthvað og þá hentar það mér. Í Káraðum með hvíta móti Ali Reza. Hvað voða Ég ætla að D5 partí er þetta í frakkanum, erum við svona hræddu við frakka? C4 og C5. Furðulegi frakkar hérna. Ok, Gukesh Abbasov. Abbasov hvít, Gukesh þarf eiginlega að vinna þessa skák. Leika hann H6. Hvað leika hann H6? Hann setur H6. Það menn reyna allt bara til að losna við ykkur teóriur. Þannig að Google segir bara ok, ég leik þetta byggleik. Ekki vel. Þetta er auðvitað þekkt afbrigði sem að svartur er í raun og veru búin að tapa tempói. Ég hef telt þetta afbrigði með hvítu. Eftir fyrirlestur frá Jan Gústafsson á svona tíma. Stúdar þetta á telti þannig að maður tekur pólskustómestara á Nætors Memorial 2015. Hvað er það? Fabiana hvitt og vítið. Þetta er algjört must win fyrir Fabiano. Þetta er bara smá forvitni. Við förum aftur á okkar mót, Íslandsmóti. E7 kongur D6 er komið að borðið og Bárður Guðmundi og hérna náttúrulega Róður við G7 er eini leikurinn sem að kemur til álita hérna. Nú er ég alltaf forritin. Klapp frammi. Nei, ok, ég held að vera búið að skora kannski. Það er mín menni Vestham er að mæta Bayer Leverkusen. Verða þeir fyrstu til að leggja Bayer Leverkusen í vetur. Spennandi. Spennan er óbærileg. Lille 2001. Það getur ekki 3-3. Já, framlenging og leti. Wow. Sama 4 eftir Pilsen.
hvernig er Liverpool að stilla upp? Ég ætla að reyna að leik að gefa hann. Það er Alisson, Andy, Van Dijk, Konate, Arnold, McAllister, Szoboszlai, Curtis Jones, Luis Diaz, Gakpo og Salah. Nei, engin uppgjöf hjá Liverpool. Það er aðalið. Þetta er mjög vel á. Hrókutur G7 leikir hjá Borði. Vantarlega einleikurinn líka. Eldsnöggskipting yfir á Hilmi. Það er sem með Bayer Leverkusen. Ertu ekki Bayern München maður? Bara áfram þjóðverða bara. Það er nú gaman að þessu ævintýri hjá Bayer Leverkusen. Það verður ekki næst. Þannig að ef mínir menn þurfa að detta út þá er kannski ágætt að það sé á móti Bayer Leverkusen. Það verður samt gaman að vera fyrsta liðið til að taka á. Það er Olgalla að undirbýra eitthvað mótspil hérna. Er B5 leikur hérna? Bara stoppa allt counter, ég veit það ekki. Kannski næði svona einfalda stöðuna, kannski D4 eitthvað. Hilmir það tekur sér smá tíma hérna. Tekur sér smá tíma. Það er hrókutur G7 og nú þarf Gummi að hugsa málið. Ég var að hallast á því að kongur C5 verið málið. Kannski vill að freka að leika kongur D7. Málið með kongur D7 er að hvítur færi hérna í AP-ið. Þetta er mögulega að klúra þessu sko. Eitthvað svona, drepið hérna. Sem er alveg jafntefli nú þegar. Aldrei svo það verður að leika kongur F6, það er einn leikur sem er alltaf jafntefli. Ef kongur F7, þá kemur kongur F5 skák. Og svo kongur F4. Stutt á milli í þessu. Kongur F4 eða A5. Já, mér finnst kongur C5 líklegastur, sko þetta áðan fyrir tímaverkið þá fannst mér þetta svona eðlilegasta leiðin. Hvernig er til dæmis bara þegar við hvítum þaki hérna. Það var aftur spurning, núna reyndar er kóngurinn bak við peðið, er það eitthvað verra? Það getur nefnilega verið sko. Þetta er mögulega ekki jafntefli þegar kóngurinn þarf að vera hér einhvers staðar sko. G7. Þetta getur verið nefnilega. Af þeim sökum þá kannski kóngur B4 er betri leikur, farið í þetta peð. Og hvernig er þetta? Svona. Hér til dæmis C5 einleikurinn. Samkvæmt table base þá verður þetta unnið. Svo er maður ekkert auðvelt að sjá. Ok, þannig að þetta er staðan. Hrókutur G7 og hann valdi kongur D7. Ég held að það sé jafnvel praktíkasta leiðina því að mig grunar að þetta gæti að fara svona drepi hann fari í AP Gummi fá CP og þar að finna kongur F6 og staðan í jafntefli.
fræðaskák með Aróníu með mitt, það sem hann hélt akkurat þessi jafntefli. Var það móti Carlsen? Þetta er bara Vancouver, þetta getur verið gott að kunna. Það er ótrúlega hvað sem Hróksand töpskila sér, þessi þekking. Nú bara spurning hvort að Bárður nær að forðast þessa jafnteflis uppfyllingu sem að ég held að sé greinilegt að Gummi er að sækjast eftir. Þannig ég held að Gummi drepa þetta með kóng af því að það er auðvitað eftir að kóngurinn nær virkinu á G7 ef hann nær CP-inu, eða sérst fær CP. Og svo gæti hann líka, ég veit ekki eftir kóngur dreipar sem að leika hérna, gæti hann leika hrókur G4. Samt svona, virðist vera erfiðar að bæta stöðuna þar. Hrókur C3, þegar maður kónginn alveg yfir. Svartur virðist alltaf að fá 1 pett tilbaka og þess vegna gæti verið freistandi bara drepa þetta A5 bara losna af alla counti að vera 2 peð með þér. Þau eru reynda count peð. Nú er ég spenntur að sjá hvað bara leikur. Það leikur að hrókur G4. Það leikur að hrókur A6. Ég veit ekki hvort þessi möguleiki að æða stæðinu með þetta peð hérna. Gerir það, náttúrulega tapar þessa með hann. Hann leikur hrókur G4, ok, athyglisvert. Það kannski ég var átt að sjá þessu að hann hefur ekki viljað leyfa stöðu það sem hann hefur á HP. Ekki svo vitlaust. Herri, já þau sitja ennþá að tabli hérna. Kóngur F, nú þarf Olgeir að taka ákvörðun, sko. Það þarf hann að reyna að leika G6 og halda þér þannig að svartur hafi bara peð á einni línu, reyndar er að 2 peð, 10 peð. Þegar við megum eiginlega ekki lifa sko 2 samstæð, það getur orðið helviti erfitt. Hitt option er að fara bara í mótspilið núna. Go straight for the counter, sko. Sko vandamálið, það er svo sterkt að hafa 2 samstæð. Það er til dæmis ef að svartur fyrir mótspil og við leggjum ykkur svona og drepum hérna og við verðum til að halda hrókunum inn á og við drepum hérna og bombum bara af stað. Nú völdum við þetta peð hérna, þannig að hvítur það er einhver staðar að fórna peðið til að hérna, þess að leika D4 og B4 til að fá frí peð. Ég veit ekki hvernig best að gera það einu sinni, sko. Segjum bara hér, við verðum á stað. En þú veist, hér og peðina stað, við ætlum að gefa hvítum alveg bara svona rosalega góða útgáfu öllu. Það fyrir að stað hérna B5. Vandamálið er sko, þótt að hvítu fá einhverja rosalega góða stöðu og við dúllum okkur hérna bara alveg á fullu. Leikum einhverja svona þótt við lendum í því að fórna hérna. Það eru peðin komið svo langt og eru samstæð. Við erum bara 2 leikjum frá því að fá 27, sko. Herri, já, góð spurning. Ef ekki að hérna bæta við hérna það komið spurning úr sal. Ekki þessi. Ég er að fara að svara, alveg spakur. Hvað er með text GT3, text GT1. Hvað er hann hérna? Ok, þá bætum við
hérna er ég. Það var með fyrir það. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson, fitnemeistari. Alls konar, fitnemeistari, fitnetrainer, fitnearbeider. Og hef séð kvennalandsliðið núna á og á. Herru, ekki fá stöðun eins og hún er. Það er Kóngur D7, við erum bara að fara aðeins að langt hérna, ekki? Já, við erum í skanginu Hilmi líka. Kóngur F5, þetta stað. Þannig að ef Svartur fær 2 samstað hérna, það er það sem ég var að reyna að segja, þá er þetta ansi leiðilegt fyrir hvítan. Þannig að þetta er svona, ætti að vera nokkuð auðið inni hjá Hilmi, neðan vinnu P. Þess að færa til hérna. Já, þakkaði fyrir Jón Arason. Herðu, hrókur G4 kóngur F6. Hvað ætlar Bárður að gera núna? Já, ég fíti allt, vá. Eina sem ég vantar, það er að vera fíti dindil. Það er takkmark hjá mér. Þú leiður á 50 og hafa stefnið að því að vera fíti dindil. Ég ætla ekki að útskýra hvað fíti dindil er. Þeir vita sem vita. Það er mjög eftirsóknarvert að vera fíti dindil. Ok, þetta er nú ekkert 1, 2, 3, 4, maður svo 8 menn. Sko, ef við töpum einhvers staðar peði, þá getur table basin bara sagt mér hver er að vinna. Það verður mjög fínt, því ég nenni ekki að nota tölvu og nenni ekki að hugsa. En ok, hvernig ég ætlar að bara fara að æða fram með hápeði ef að... Hvað ætlar hann til dæmis að gera bara... Svartur setur hrókinn og C3 og ætlar svo bara að leika kóngur F5 og vinna þetta. Mér sýnist ennþá að þetta geti gerst bara, þú veist, leikur eins og kóngur G2, kóngur F5 og ég hef hugsað að ef ég fer tilbaka þá kemur bara hér. Þannig að, já herri, nú reyndir ekki onni, þetta er aðeins öðruvísi. Það er ekki onni peði strax. Ah, this is different my friend. Hérna er ýmsar leiðir sko. Hérna geti ég kannski fengið góða útgáfu með því að leika H5 strax og hérna geti ég líka kannski C5 eða hrókur C5 sem er allt vænlegt. Já, herri, þá er þetta nú ok, ekki alveg klar. En ok, kóngur G2 hrókur C3 og segjum að ég vil ekki fara að stað með þetta peð, ætla bara að elta með hrók einhvern veginn og ekki líka núna hérna. Hugmyndin er þess bara að ráðast hana hrók og ætla að vinna þetta peð. Einu leiðin út úr því er að skáka. Þá spyrir við þetta. Erum við ekki með sama á það núna? Nú er þetta jafntefli. Þetta er jafntefli. Bíðum bara spakir hérna. Já, ég má ekki fara með kóngi strax út af skákrókur hér. Þannig ég bíð bara spakur. Leiðan fer eitthvað hingað. Þá fer ég hér jafntefli. Þetta er mjög mikilvæg fræði, svokölluð vankúra vörn. Það sem sagt, hvítur leikur hér, leikur peðina áfram. Leiðan fyrir Asíu þá fer hrókurinn bara hér. Þannig er mistök að leika hér út af þessu. Og svo er kóngurinn bara hér og hér. Eina sem að hvítur getur gert er að koma með kónginn og setja á. Leiðan hann gerir það, þá er ég bara tilbúin að skáka. Skáka endalaust, það er ekkert skjól fyrir kónginn. Það er hugmyndin. Og þetta peð getur ekkert gert neitt aukalega.
og það er mikilvægt þegar að ég drepi ekki eins og peði, ég leiði bara vera og reyfi bara hrókin. Það er engin leið fyrir hvítan að bæta stöðuna. Það má alls ekki drepa þetta peð af því að hér náttúrulega bara losa þér hrókin og fara með drottningu og kóngur má aldrei fara G7 og H7 út af skák hérna og drottning næsta leik. En þetta heldur. Þannig að menn myndu kannski reyna að vinna þetta með því að koma með kóngin, eitthvað svona. En þá má ég leika hér. Ég dítar hérna, eitthvað svona. Held, dressa á hennar hérna. Skáka kóngin ef hann fyrir á langt hinga og skáka yfir það á fullu. Það er ekkert skjól. Og leið og kemur A7 þá fyrir hrókurinn bak upp feðið hérna. Þetta er það sem þessi vankorafvörn snýst um. En hvað, við erum komin hingað eða ekki? Kóngur F6, er Bárður búinn að leika ykkur? Þetta er alls ekkert auðunni, ok, leikur H5, kóngur G4, F5 segi. Ok, hvernig er þetta núna? Hrókur D4, segir hrókur C3. Það er alltaf freistandi að skáka hérna, sko. Ég má þetta drepa á A5, sko. Má þetta drepa á A5, en C5. Þá getur ég farið í hitpeir, sko, þá komum counter. Það er ekkert auðvitað að komast áfram í þessu, en H5, H6, H7 er þetta ekki kolltapað á svart. Hvernig ætlar að leika H6? Hérna. Í H6 komur G6. Ég kannski er ekki hérna núna, já, kannski er ég með eitthvað bindinga núna. Svo bara á stað með kongi. Svona kannski. Ég verð að gefa þetta AP. Það er komið kongi með hérna, lítur að vera. Þetta eru glönnu svona, sko. Þetta eru unni svona. Jójú, hann ætti að vinna þetta, þetta er kannski ekki. Ég segi, þetta er ekkert auðinni, en þetta var ennum bestu dæmi, sko. Guðmur örgulega svektur að fá ekki að sína okkur. Fá ekki að sína okkur vankora vörðina sína. Það 1-0 fyrir Liverpool og 1-0 fyrir West Ham, strákar. Hvað segir þið það? Ég skora fyrir West Ham. En minn maður Antonio, stóðsending frá Bowen. Ánægður með þetta. Geta Liverpool gert þetta? Mohamed Salah, penalty, 7. mínútu, takk fyrir. Það er ekki spoiler hana. Já, þetta er hrókur C3, hann leikur hrókur H4, já, ok. Já, ok. Það voru glattilega. Það þú varst að spá í hvað ekstra hér, já. Nei, já, hrókur C5, já, hvað stuð. Jæja. Hrókur H4. Hér er humdinn okkur, hann hóta bara að fara ít á peðinu, þannig að hann hlýtur að þurfa að leika hér. Þá áttar hann að leika hér og losa kóngin. Ég verður líklegast að eiga tempói hérna, af því ef ég leik hrókur E4 og kemur H6. Það hrókur E2 og kemur G3. Ég þarf þessu tempói. Þá hlýtti ég að geta farið eitthvað að stað, eða hvað. Kannski kongur F3 frekar, svo get ég valda hérna, valda beisinn.
Þetta er þetta góða leikur hérna. Við erum að fara hér, hér. Bring king. Bring king. Þetta á runnið. Fókus H4. Já, menn getur farið Borgar segja ekkert að vanmeta Borg sko, hann er kannski ekki komið úrslitið fyrstu tveimur skákunum en hann kann alveg að tefla sko. En þessi var, þessi komið hrókur D4 Promotoration. Nei, hrókur H4 þetta er komið svona, hrókur H4 kongur G5. Hrókur H3, þetta er komið svona. Rooks belong behind the pass pawn, segir þær. Hérna er hann að losa kónginn. Þetta verðist að vera vænlegt. Fann alveg fína leið hérna held ég. Fann fína leið sko. Guðmundur veist að leikið, já, þetta er okkur 1-2 einleikurinn. Og Kirinn var ofir að koma G3, verið fljótur að koma. Barði. En Dagur er ennþá að fylgjast með, langt síðan hann gerir jafntefli. Ég veit ekki hvort hann er í slægtói, hvort hann er í far með einhverjum hana. Kannski Hilmi eða Barði, ég veit ekki. Nei, þetta er Hilmir, já, fyrir ekki. Dagur verður hvítri peysa á hann. En nei, Dagur er farin. Já, svona förum að geta kallað þetta. Förum að geta kallað þetta allt saman. Gummi hugsar hann á hvað? 12 mínútur. Skipti öll hérna yfir í skákina hjá Hilmi Frey. Sýnist það nú ekki að hafa valið mest sannfærandi leiðina. Hvað gerði hann til kongur F5? Kongur C4. Hérna taldi ég að nú ætti nú bara að fara í samstæði frípinn við kongur G6. En það valdi kongur F4 og gaf þetta F7. Mögulega þetta vænlegt líka sko. Hann er kannski að hugsa það að kongurinn má ekki fara af stað hérna, þá kemur hann hér með hertafellur. Þannig að hún þarf vantanlega að fara hér, þá þarf hann að leika G5. Og hann er vantanlega að hugsa það að valda bara beisinn svona. Svo förum við af stað. Peði kemst að G4 að valda. Svo kemur kongurinn að hjálpa þetta lítur á unni. Já, þetta var kannski ekkert verileg. Mér fannst hinn svona meira clean. En þetta á alltaf að raunni. Hún lék kongur C3. G5 kom spontant, tók kongur F5. Kongur F5 reyndar ekki vitlausleikur. Þá getum við allavega eftir kongur G, jú.
og þó. Nei, þetta lítur önnu líka. Ok, hann líka kongur 1, 2. Vandamál Kvíts er að hún getur ekkert gert. Leið og kongur kemst henni yfir í peðið, þá er þetta búið. Held ég. Auðvitað þú veist, skák, kongur hér, hér valda peðið, kongur hér, svo bara stað með peðið. Þetta er kongur G3, þá lék Gummi kongur H6, kongur F3 hjá Barði. Vorum að skoða þetta á hann, þetta leit vel út. Ætti að nægja til vinnings. Þóru skákstjóri mætir hérna. Mættur að fylgjast með. Þetta er góð mynd þegar ég segi það. Við erum hérna á íþróttavaktinni. Eitt 0 fyrir, já, þá má vera með spoilera, jú. 1-0 fyrir Liverpool og 1-0 fyrir West Ham. Bara fyrri hálfleikur. Skákinu verða búnar hérna svolítið. Já. Það er svolítið tröflum með hérna. Afsækið það, og svo, hvað er við hérna? Við fennum svona að styttast í annan endan á sig hjá okkur í þriðjumferðinni. Jú, Dagur er hana. Ég kallaði heilmikið Dag á hann, en Dagur er hana, þetta var ekki vilt sjá mér. Þannig að spurningin ætlar Dagur að fá far? Það hlýtur eiginlega að vera. Must be. Eða þá að mönnum líður bara svona fjandi vel í hérna. Mönnum líður svo fjandi vel hérna í Mosebænum. Í Mosó, fallegt hérna, fallegt útsinni. Sólin skín. Reynda að trufla með það, skín svolítið beint á mig. Þá beittist Dagur. Það eru Gummi tekur sér alveg daggóðan tíma þetta. Já, Dagur, kveldi kominn. Hann er reyndar að Ragnar er kominn. Hrókur C2 loksins hjá Guðmundi. Það var eini leikur Hrókur H4, það er náttúrulega engin geimvísindi. Það er reynda flott í þessu eftir kongur G5. Þá megum við leika H6, kongur til H4, H7, þetta er svona nokkuð þekkt þema, Hrókur kemst ekki tilbaka og
og gerst ekki hérna. Hrókur H4 ansi líklegur og kominn og Hrókur C3 er góður leikur sem að Gummi leik. Alltaf má hann ekki fara hér út á taparnarskokkinni, þannig að verður að fara tilbaka og þá er raun ekkert fyrir Gummi að gera nema að leika Hrókur A3, setja á P hérna. En þá ná að virkja kónginn hérna, kóngur D2. Kóngur nótur að koma yfir og ef ekki, já ég meina það er svo lítið að gera, kóngurinn kemst alltaf á B2 og svo á þriðju reytur. Þegar leið og förum eitthvað hingað þá kemur bara C5 og svo framvegis. Þannig að kóngur D2 virðist vera leikurinn. Já, bara tekur sér samt alveg fínan tíma hérna. Kíkið þá bara östuð yfir á Olgu og Hilmi Frey. Ég veit nú ekki alveg hvert hann er að fara hérna með kónginn. Jú, vissulega er hann að hugsa um ykkur mátum eða hvað? Nei. Svo okkur getur endur hóta mátir svo sem. Það er ýmsar leiðir til að vinna þetta og þú? Það var hún að sagði til næsta bæjar ef að Hilmi fara að klúra þessu. Ég er ennþá á því að ég skil ekki alveg hvað hann er að gera hér. Akkur fór hann ekki bara, má sjá, hér? Akkur fór hann að D? Já, ok, hún gerir bara ekki neitt, ok. Já, hún hefur bara kónginn, ok, þannig að þú verður að gera eitthvað. Ég skil. Góð vörn hjá Olgu. Já, Hrókur E5, já. Sko, leið og þetta hreyfa hrókinn, þá getur hvítur fengið counter, B4 og bútið frípeð hérna, sko. Núna B4, sko. Ég held að hann að svolítið gert sér úrvinnsluna erfiðari heldur en þurfti, en já, kóngur C4 er líklega hagfara, akkur ekki bara B4. Hrók setur þetta í báðum skákunum. Kóngurinn er virkur hérna hjá Bárði. Og vandamál hjá Gumma er að hrókurinn fer bara eitthvað inn á H2 eða H1. Stoppar þá framlega svapensins og svo fer kóngurinn bara að staða hérna með peðinu áfram. Það virðist að rauðinni. Þannig að eins og er, að þá er eins og sé meiri spenna núna í Olga Hilmir. Það hefði átt að vera. Kóngur C4 var líklega ekki besti leikurinn. B4 hérna spurning, sko. Þegar maður fara að stað, það lítur að hættulegast. Hrókur bakveði. Kemur kónginn. D4 move.
Hvað er marga? Ja, 4, 5, 6, 8, 9, 9, það er 2 út af til að fá. Svo segir mér eitthvað. Ég vil það vera hér. Já, nú komum við, já, hún segir dró núna, því að kóngurinn er mótspili hérna. Það getur fórnað á endanum. Þetta er á réttöfli. Misti kannski að leið hérna til að gera honum lífið ansi leitt með B4. Hrókur E6. Úr allt í núna B6. Fá ekki counterinn bara akkurat tímalega. Sem G3, hrókutrefur. Sem hrókur C2, lúka vel. Það verður að vera hérna með. Sem hér. Magna, þetta er bara réttöfli sko. Þetta er jætteflið þegar kóngurinn skorrar svo vel. Þess vegna vil ég vera á D5 frekar en B5. Bæðilega verður ekki fyrir peðinu, já. Þetta er jætteflið. Þetta er staðan og hér er bara við verðist vera heilmissi mögulega að skila tilbaka hefninu frá í gær. Í formi óhefni. Já, óhefni ekki ofni. Klefaskapur, þetta er bara kannski sem nátt inni. Það er svona. Þetta er komið svona hrókur sér til skák. Kóngur D5 er réttarleikur. Einleikurinn. Þetta gerist í svona, þá trefum við bara á B6 eða ekki. Við hefum ekki tíma í þetta. Já. Það getur Hilmir aldeilis nagað sig í handabökin. Búinn að done all the heavy lifting. Ég sér þetta jættefli lokin. Já, ég sendi það sem ég sagði á hann átti að taka samstæði fyrir beðin allan daginn. Kóngur B2 komin hjá Bárði hérna. Þetta á að vinnast. Já, fín skákir Bárði, gott hjá hann að forðast vitlaus endurtafli með tvökant B. Þetta er mittafli bara vel.
Nú liggur beinstöðuleika bara kóngur B3, já, kóngur B5 skal kóngur C3 og svo fer hrókurinn á H2 eða H1 og svo fer peða á stað í fylgd með kongnum. Og svartur, já, kókurinn fastur á langt í burtu. Gummi með þess að koma verið tíma, sko. Gummi með 3 mínútur og Barði með 7. Það gerist ekki ofta Barði sem betri tíma. C3, winning move. Já, reynir einhverjum. Fyndið stað, ja. Það farið hinn áttina þá var hann í súksvagn. Þegar nú gengur ekki að fórna hann að H4 út af hrókur hér. Og C3 leikur inn, já. B8 er ekki svona besta leiðin til að reyna eitthvað. Svara C5 með B5, trikki. Kóngur hérna. Nei, þetta tapar eftir. Máleika C6. Kóngur hér. En þegar það tapar allt hvort er, þá er svo sem alltaf að reyna ykkur. Reyna ykkur svona skítatricks í lokin. Hann leikur kóngur B1, já. Nú vinnur allt hjá hvítum, C5, krókur H2. Krókur hér eða hér í jafntefli og kóngur D2. Allt annað vinnur. Everything else wins. Samkvæmt einu svokallegu table base. Krókur H2 vinnur. Já, Barði fer ekkert að klúra þessu. Fræglokkur. Eins og auðvitað verið eins og Hilmir sé búinn að klúra sinni skák. Enda er hann búinn að taka sér góðan tíma og er kannski átt að svo því að hann er einmitt búinn að klúra þessu. Er að missa þetta í jafntefli. Sem er ótrúlega klöfulegt. Svona getur skakið verið. Það er búið að vera svona mikið sviftingar á þessu mótið mitt. En það er verið að missa punktana hingað og þangað sem að hefði ekki hægt að gera. Þetta er hrókur H2 að koma A4. Skák Barðar og Guðmundar. Það liggur beinastlega að leika bara C5. Og D4 fyllleikur líka. Myndum að halda. Já, sjáum þá þannig útöndur okkur í vinstra horninu og förum aftur yfir í hinna. Hilmi tekur sér alveg feikinn okkar tíma.
Já, Hilmi tekur sér aldrei tíma. Já, sjá kannski hinna skákina hvort það sé eitthvað komið nýtt þar. Það er eftir A4 að leika bara C5, skiljanlega. Sem við fáum á óvart að Guðmundur Kjartansson sé eina lengstu skákum umferðinnar. Við munum vantanlega verða þannig eins og vannalega. En já, nú er erfitt að lengi eitthvað mikið meira. Það er allt komið á stað hérna, sko. Hilmi leikur ekki ennþá. Já, nú ætlum menn að förum við að fá hérna fótboltastrákana, kíkja í hálfleik á stöðunni í skákunum. A3 hérna er nú merkilegt nokk, nú er bara einn leikur sem vinnur, það er Hrókur A2. Það er bara Hrókur A2 sem vinnur. Ná sjá, CS. Já, ef CS svo kemur það bara Hrókur B6 og vinnur P. Ef kóngurinn fer á stað, þá kemur Hrókur B2. Og þá er allt komið nægilegt mótspil hérna. Eittu. Hrókur er svolítið fastur. Komumst ekki svo glatt að það því að, já, hérna er þetta töpuð fyrir ekki. Hérna er leika Hrókur A1. Já, úff. Mér sýnist hann hafa leiki í Hrókur A2. Á andan vaxinn. Ekkert vesen að bárði, sko. Það er engin aulabárður. Halda því til haga. Nú vantarlega reynir Gummi að drepa þetta P hérna H5. Og afsaki orðbæra að drulla sér tilbaka með kónginn. Vandamálið er að kóngurinn er frekar auðskorðanlegur hérna. Og þetta er þekkt fræðileg staða sem endar í svokölluðu lúsernastöðu. Kóngurinn mjakar sér hérna inn P-ið í kjölfarið og þetta endar hérna með P-ið á C7 og kónginn fyrir framann. Og svo gerir það kallast að byggja brú. Einhverjum hlutu vegna þá teflan myndi alltaf áfram þótt að kunnið allir. Það er þetta saga út af fyrir sig. En ég sé ekki hvernig Gummi á að reyna að sprikla öðruvísi en að drepa H5, sko.
er komið, hrókur bara H5, eða sérst kóngur H5, hrókur bara A3. G6, já, þá kemur kóngurinn og svo kemur skorðunin. Og hvað búið að gerast hérna? Kóngur setur skák, kóngur D5, Hilmi leik loksins kóngur D2, þá komur samsögur kóngur með B6, kóngur Einar 3, skiptir nú ekki miklu held ég. Ég er bæði ætla að skáka fyrst eða leika kóngur G6, bæði jafntefli. Málið er kóngur G6, kóngur F3, þá kemur D4, skiptum upp og peðið veitir mótspil. Þegar við aftur yfir í skák, Barðar og Guðmundar, komið D4 komið. Ég meina Gummi getur raun gefið hérna. Og já, þetta er raun að gefa eftir að Barður skorra kónginans í gegnum Elínuna hennar hrókur E3. Menn kunna þetta nú, skákskólamenn. Jæja, hrókur E3. Barður er búinn að vera vandanum vaxinn hérna. Ítraka. Kóngur D, kóngur C4. Já, þetta er staða sem góður skapmenn vinna með nánast engan tíma á klukkunni, sko. Já, við getum farið frá þessar skák, svo komum við tilbaka, þá er hvíta peðið komið hérna og kóngurinn fyrir fram að það. Já, og hérna er komið jafntefli eftir kóngur E3, hún leikur kóngur G6, kóngur F3, D4 og sjálfsög. G3, B4. Já, herru, þetta er nú mesta jafnteflisumferðin hingað til, aðeins 2 vinningsskákir. Það er raun bara Alexander Dómatsjúk Jónasson og Vignir Vatnar Stefánsson sem að styrkja stöðu sína á þessu móti. Kóngur B2, kóngur C5 til dæmis. Já, BP er einfaldlega komið á langt. Við getum fórnað hróknum leið og hvítur leikur hér og hér. Þá megum við bara fórnað hróknum á G-num. Það er ekkert að ræða það. Þannig að við erum bara, já, við getum nánast stoppað þessar 2 skákir endi í jafntefli. G2, B5, áttaleikur hjá Olgu. Þetta er kóngurinn sem komin að C8 hjá Barði, eða það er að bíða aðeins lengur. Nú, það komið svona, já. Hvernig
verður hrókakaupin. Hrókur er 3. Það er enda að fara tilbaka, hérna hrókur er 7. En Bárður hann þekkir handspannið. Hrókur er 8 samt, ekki að skipta ykkur máli sko. Já, herru, já, þetta var ekki jafntefli, hvað er að mér? Mér fannst þetta var jafntefli. Bárður náttúrulega vann og styrkir stöðu sinna, afsakið. Mér fannst, ég var að, það var ekki að menta blokk, þetta verður svo straight forward. Jæja, herru, já, Guðmundur þér er frást að gefa þessa skák, í raun fyrir löngu síðan. Það kemur vantilega núna, já, Bárður vinnur, þannig að það er bara ein skák eftir. Og þar er Olga að ná í ótrúlegt jafntefli á móti Hilmi. Og ægja satt ótrúlegt. Ætti að fara að klára sko að hverju. En býðum eftir því, þá ætla ég að gera svo djarfur að rétt líta á stöðunar í kandidatamótinu. Nepomniachtchi Praggnananda uppskiptafrakki sem virkar svona frekar döll og mig grunar að það sé vísitaði hjá Nepo, hann ætli bara að láta Pragga sprengja sig. Hikaru á samanskapi, þetta var líka uppskiptafrakki. Hann er sem bara lífið þessu en það er Hikaru bara fórt á peði. Eða með þetta bara C5. Hvítur með svolítið, já. Virka menn og svona, sko. Pressa hérna og hérna. D5P. Húkes þar eiginlega að vinna með svörtu móti Abbasov. Leika sem skrýtna hásasleik í byrjunni. Og Fabi verður eiginlega að vinna hérna móti Vítit. En hefur ekki mikla móða kannski. Tveir frakkar á skandamótinu, það er spes. Það er henni svona loka tilraun hjá Hilmi. Hrókur CRS4, það er nokkuð augljóst að hann vill leika hérna hrókur G4. Þannig að hvítur neyðist núna til þess að fórna á G2. En er alveg nægilega tímalega með það. Hrókur með G2, hrókur með G2. Og B6. Þessa leiki þarf ekki að tefla hann. Ég aldrei skilur svona þrjósku. Það vita bárið í aðtöfli. Þetta eru sterkir skákmenn. Það er engin vinningsmöguleikar. Það er engin lögklóður þessu. Akkur er ég bara að semja. Hvað er málið? Já, Dagur kemst loksins heim. Biðja menn bara spakir eftir að dæmið klárist. Já, þetta er þokkalega dæmið að klárast. Heilmyndir er bara B6, kontur B6. Tveir kongar eftir, það gerist ekki. Það verður ekki meira jafntefli en það. Þannig já, ef við ekki bara taka svona flugir á umferð dagsins. Vignir vinnur Héðinn. Vignir kom hérna í útsendinguna og við fórum vel yfir skákina. Þannig að ef þið viljið sjá það, þá getið alltaf spólað tilbaka per útsendingunni. Það fær eldsnögt yfir þetta. Vignir var með þessa hugmynd rittar A3, svo sem ekki afgerði hugmynd, en þetta var á skákinu Aronia Giri. Þannig að hann var með eitthvað svona hugmyndi í pokahorninu og honum fannst eftir dróninga A6 að var komið fína stöðu hérna og það virðist vera málið að hvítur bara með að virka menn biskupparið og fekk þetta sterka P-ina C6 sem alveg gjörsamlega ytti svörtu stöðunni þannig að sjá að biskupin kemst ekkert út, situr á hrókin
Hélt í það og hérna kom áleikur í lokin tóknum á 4 og það var bara mát hérna. Já, vinnur mann náttúrulega eftir dróttum fyrir F6 og það má ekki taka tilbaka út af máti. Dróttum fyrir F6 vann þetta hjá Vigni. Barði vorum að sjá það, hann vann á móti Guðmundi. Þetta hérna glekaafbrigði, svona rólegt afbrigði í E4. En af hverju ekki, alveg gott og hvað annað. Og svo í miðtaflinu þá var hann með fína stöðu og vann hérna peð. Tók peði og restina af skákinni snýr sig það að Guðmundi reyndi að fá nægilegt spil. Og svona alveg mörkunum að fá það fannst mér, en Bárður bara teldi þetta vel, komst í hrókstæðartafl þar sem hann náði að vinna úr sínu umframpeði og hérna hann 2 peðum yfir. Þótti síður svolítið svona dreifði borðið, þá fann hann góða leið til að virka kónginn hérna. Kóngurinn kom inn í spilið og þá var þetta eiginlega búið eins og við fórum að sjá. Leikur okkur atverðin leikurinn, skoraði kónginn og eftirleikurinn auðveldur og svo Gunnar Landsbarið. Fyrsti skákurinn klárast var Sasha Dom, hann teldi afbrigðan Simon Williams með einu svoköldu plan A, drótning K5, F4, biskup A3 verður G4. Lenka greinilega skítrætt þetta plan, við stafar á stuttróka sem L1 í stöðunni, það líkur drótning C2 á langkróka og Sasha á fljóttur á stað A5 A4. Berutsi á stöðuna með B5, fekk hann að D5 reit, opna línur, hvítur reitina og sóknin gjössalega rúllaði hérna. Og enda á því að Lenka fórnaði manni hérna fyrir 2 peðin. Það var svona hálfgerð desperation og Sasha var fljótur að komast í gegn hérna og Lenka gafst upp þegar hvítreita domination og svörtum var orðið algjör sko. Já, það ykkur þróski á mönnum. Helgi á svo dagur gerði jafntefli, það var svona hálf það má bara segja þetta, svona hálf leiðileg skák. Þetta hérna var svona double fianchetto og það eru hópkaup. Dagur hafði D-línuna, það bara döði ekki til af því að Helgi valdaði alla reit á D-línunni og gat svo skipta bara hókum og jafntefli var svona niðurstaðan fljótlega eftir það. Sama hjá Hannes og Hjörvari, það var London system og Hannes skiptir inn á biskup og A6, verðist vera svona mjög traust plan og Hjörvar bara fékk eiginlega ekki neitt og bauð jafnteflinu til ritari D6 þegar staðan jafnvægi. Og lokum Hilmir Olga, við sáum það Hilmir B3 hjá Olgu og það var skemmtileg skák, svona dýnamísk þar sem að mér fannst Hilmir fyrst vera með frumkvæði en svo virkaði þetta eins og Olga væri með svona hættuleg færi hérna og búin að binda svörtum hennar svolítið niður. En Hilmir náði að leysa vel úr þessu og eftir kaupin fór hann jafnt á þetta að bæta stöðuna, fekk stórhættulegt frípeð hérna, vann peð og þetta átt að duga. Hann hefði átt að leika einfaldlega kóngur F5, kóngur G6, drepa þetta G5 peð og vera með 2 samstæð frípeð sem á að vinna. Takk fyrir dag, sömuleiðis Steingrímur. Þessi stað þá hleypti hann hvíti minn hérna, hýta peð, ætti ennþá að vinna. Hann fór eitthvað villst í þetta, lendi vandræði með kónginn og hann fór svo að lokum að Olga fekk nægilegt mótspil, náði að skipta peðunum upp hérna og þurfti báðir aðalar að fórna hrókum og kóngarnir eftir jafntefli. Þannig að þá var staðan orðin ansi skemmtileg. Já, við kannski búum nú til svona aðstæðu til að skoða stöðuna það líður á. En Hannes með 2,5, Vignir með 2,5, Helgi Ássi með 2,5 og já, þeir reynir með 2,5. Ég bjóst við Hilmi þarna en hann klúraði þessu í lokin, svona skákin. Þannig að bara takk fyrir í dag og kíkjum á seinni hálfleik hjá Liverpool og West Ham. Góða stundir, sjáumst á morgun klukkan 3.